Góðan daginn, heyri allir vel í mér? Já. Sælverið, ég heiti Harpa Barkadóttir og ég er formaður SUNN, samtaka náttúruvernd á Norðurlandi og mig langar að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þetta málþing sem hefur yfirskriftina vernda eða virkja málþing rammaáætlun. Ég býð ykkur öll velkomin sem eru bæði hérna í salnum og þið sem heima sitjið líka. Mér langar að nota tækifærið og þakka landverndarfólki sérstaklega fyrir komuna allavega norður að koma og vera hérna með okkur í dag. Ég er stolt að ég að standa hérna að þessum viðburði með ykkur og þakka ykkur bara í leiðinni fyrir samstarfið undanfarin 3 ár. Síðan að við dustuðum rykið af starfsemi SUNN árið 2019 og ég held, ef að ég man rétt, að þá vorum við byrjuð að tala málþing rammaáætlun þá þegar 2019. Nú er það komið árið 2022 og við stöndum hér og stundum eru hlutirnir bara nákvæmlega eins og þeir eiga að vera. Ég held að tímasetningin gæti ekki verið betri. Ég ætlaði sem sagt bara að fá að hleypa þessu málþingi af stokkunum og ætla að kynna okkar fundarstjóra hér í dag sem er Svanfríður Inga Jónasdóttir. En Svanfríður var formaður verkefnisstjórnar annars áfanga rammaáætlunar sem starfaði, ef ég man rétt, á árunum 2007 til 2011. Ég er að gleyma einu sem ég langar til að minnast á. Tímasetning málþingsins er líka í tengslum við ljósmyndasýninguna Enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, sem var opnuð hér á Akureyri miðjan janúar. Hún er bæði hér í Hofi, hún er í Amtsbókasafninu á Akureyri og á Glerártorgi á þessum 3 stöðum. Sýningin hér í Hofi verður tekin niður á eftir málþingið en sýningin í Amtsbókasafninu stendur fram að næstu helgi og í Glerártorgi eitthvað fram yfir næstu helgi. Þannig að ef þið eru ekki búin að fara og sjá að þá getið þið notað tækifærið. Annars býð ég bara Svanfríði að koma. Já, ég ætlaði líka að minnast að það að eftir málþingið eftir erindin, þegar við förum yfir í pallborðsumræður, að þá fyrir þá sem heima sitja og fylgjast með rafrænt, þá er hægt að fara inn á Facebook-viðburðinn og finna þar link inn á Slido og þar er hægt að senda inn fyrirspurnir sem verða lesnar upp í pallborðsumræðunum. Okay. Takk fyrir. Komið þið sæl. Ég er stolt að ég hafi verið beðin að stýra þessu málþingi hér í dag og eins og Harpa nefndi að þá lít ég svo á að það sé vegna tenginga minna við rammaáætlun því að ég vann dálítið mikið við einmitt annan áfanga, tók í það 4 ár lífi mínu með öðru og blessunarlega þá var sá áfangi staðfestur af Alþingi reyndar með svolitlum breytingum en eigi að síður. Það þokaði málinu áfram sem við bindum kannski vonir við að fari nú að gerast aftur þetta fara að þokast áfram. Þetta málþing hefst með ávarpi umhverfisráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar. Guðlaugur er ekki á staðnum þannig að hann talar við ykkur yfir netið og það verður þannig að þetta málþing það hefur þá sérstöðu að menn eru kannski að hálfu hér á staðnum en hinn hluti þeirra er annar staðar eða sendur okkur ávörp eða erindi sem búið að taka upp eða koma til okkar í gegnum Zoom. Þannig að þetta verður svolítið flókið en með góðu samstarfi hér í salnum að þá vona ég að við getum náð því fram sem að þarf að ná fram, þar að segja að menn geti sagt það sem þarf að segja og skilaboðin verði skýr frá öllum þeim sem að hingað koma eða senda þau yfir netið. En sem sagt, næst er ávarp umhverfisráðherra, gerið svo vel. Kemur það ekki? Sækið? Tæknilegir örðuleikar?
Rammaáætlun sem hér til umræðu mikilvægasta stjórntækið sem stjórnvöld hafa til leiðbeiningar. Rammaáætlun sem hér til umræðu mikilvægasta stjórntækið sem stjórnvöld hafa til leiðbeiningar við ákvarðanatöku mikla hagsmuni og málefni sem hafa valdið miklum átökum í samfélagi okkar. Það mikilvægt að tapa ekki sjónum af því að rammaáætlun ætlað að leggja stóru línurnar fyrir áform stjórnvalda vernd og nýtingu virkjunarkosta. Hún á þannig að gefa ákveðna heildarmynd en henni ekki ætlað að fara í of ítarlega greiningar á smærri atriðum. Ég mælti nú í febrúar fyrir tillögu til þingsályktunar svokallaðan þriðja áfanga rammaáætlunar sem lögð fram óbreytt í 4. sinn. Fyrir utan þau svæði sem hafa verið friðlýst á grundvelli gildandi áætlunar. Ég vona að þingið ná að fjalla efnislega tillöguna og afgreiða hann í vor. Ég lít á verkefni mitt núna að finna jafnvægi á milli grænnar og loftslagsvænnar orkuframleiðslu annars vegar og vernda náttúru Íslands hins vegar. Jafnvægi á milli efnahagslegra, umhverfislegra og samfélagslega þátta. Samanber skilgreiningu sjálfbærrar þróunar. Þetta hugmyndin með verndar- og orkunýtingar áætlun. Náttúra landsins okkar þess eðlis að hún gefur okkur færi á að nýta hana til framleiðslu endurnýjanlegrar orku. Náttúra Íslands líka sérstæð og það skapar samfélag okkar tekjur meðal annars í gegnum ferðaþjónustu. Græn og hrein ímynd landsins og orkunar gerir það reynda líka við markaðssetningu íslenskra vöru og þjónustu. Svo hefur náttúran gildi í sjálfu sér og það þekkjum við sem erum tíma í náttúrunni og njótum þar útivistar og oft einveru sem erfitt að meta til fjár. Rammaáætlun getur veitt okkar leiðsögn forgangsröðun og á hvaða svæðum ætti alls ekki að vinna að orkuöflun, byggt á mati sérfræðinga á náttúruverndargildi þeirra svæða sem til umfjöllunar og mati og mögulegum áhrifum á aðra nýtingu svo sem ferðaþjónustu. Eðlilegt að þingið tæki mið af þessu mati. Öflun orkur getur haft veruleg og óafturkræf áhrif á náttúru landsins og okkur ber að stíga varlega til jarðar og byggja á bestu fáanlegu upplýsingum á hverjum tíma. Ég legg mikla áherslu á að við verðum að horfa á hlutina í samhengi. Stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum sem setur á okkur kröfu að við eigum tiltæka orku til orkuskipta, að við nýtum orkuna vel og skilgreinum vel forgangsröðun við ráðstöfun á orku. Þetta verðum við að hafa í huga ef við ætlum okkur að uppfylla þau metnaðarfullu markmið sem stjórnvöld hafa sett sér í loftslagsmálum. Við þurfum að stíga skref á þeirri vegferð. Þau þurfa að vera vel yfirveguð en við getum ekki fresta því út í hið óendanlega að taka ákvarðanir. Í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum lögð mikil áhersla á orkuskipti í samgöngum. Settu verið fram sérstök aðgerðaáætlun í orkuskiptum þar sem fram kemur að stefnt að því að auka hlutdeild innlendra endurnýjanlegra orkugjafa á kostnað jarðefnaeldsneytis í samgöngum á landi í 40% árið 2030. Rafvæðing samgöngukerfisins verða þriðja umfangsmiklu orkuskiptin sem Íslendingar ganga í gegnum. Áður höfum við gengið í gegnum fyrstu orkuskiptin sem fólust í rafvæðingu húsa, heimila og atvinnustarfsemi með hagnýtingu vatnsaflsins og síðan gengum við í gegnum önnur orkuskiptin þegar jarðhiti leysti kol, olíu og aðra kolefnisbundna orkugjafa af við húshitun. Efnahagslegur ávinningur Íslands af nýtingu jarðhita í stóði olíu til húshitunar árið 2018 var 91,5 milljarðar eða 3,5% af landsframleiðslu, samkvæmt tölum Orkustofnunar. Umhverfislegur ávinningur á notkun endurnýjanlegra orkugjafa til húshitunar og til framleiðslu rafmagns meðal annars sá að við komumst hjá því að losa 20 milljónir tonna af CO2 miðað við að nota jarðefnaeldsneyti. Til samanburðar þurfum við að minnka útblástur 1 milljón tonn CO2 fyrir árið 2030 til að ná markmiði Parísarsamningsins. Í þessu samhengi má einnig benda á að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2017 nam tæplega 4,8 milljón tonna af CO2 ígilda samkvæmt losunarbókhaldi Íslands 2019.
Íslendingar í einstakri stöðu til að skipta út innfluttu jarðefnaeldsneyti fyrir innlenda, hagkvæma og hreina orkugjafa á flestum sviðum samfélagsins. En svara það þeirri spurningu hvaðan orkan sem þarf til þriðju orkuskiptana eigi að koma. Reynsla okkar Íslendinga af orkuskiptum kennir okkur að þau eru bæði þjóðhagslega og umhverfislega hagkvæm. Sagan kennir okkur einnig að kreppur leiða sér ný tækifæri. Líkt og olíukreppan fyrir 50 árum leita sér stórkostlega breytingar á okkar samfélagi, munu þær áskoranir sem blasa nú við okkur vegna loftslagsvárinnar leiða af sér nýjar lausnir sem munu breyta samfélaginu okkar til hins betra. Þekkingu á nýjum möguleikum til orkuöflunar hefur fleygt fram og ný tækni hefur litið dagsins ljós frá því að vinna við þriðja áfanga rammaáætlunar var hafin árið 2013. Vindorka var til dæmis ekki áberandi valkostur þegar rætt var orkuöflun fyrir 9 árum síðan. Nú sú staða gerbreytt varðandi þekkingu, tækni og hagkvæmni slíkra valkosta. En vindorka hefur líka ýmis umhverfisáhrif í för með sér sem þarf að skoða sérstaklega. Leggja þarf mat á áhrif á lífríki, hvaða áhrif slíkir kostir hafa á ferðaþjónustu og hvernig allur almenningur á Íslandi á að njóta þess ávinnings sem þær ljósni bjóða upp á. Almenningur ætti að njóta góðs af því að við búum í grænu landi. Við eigum að hafa skýra stefnu það hvernig borgaði fyrir nýtingu þeirra auðlindar sem vindurinn er. Ég tel að rammaáætlun sé mjög mikilvægt stjórntæki sem hjálpa okkur í þeirri vegferð sem framundan í orkuskiptum. Hún segir fyrir með hvaða hætti við eigum að leggja mat á orkunýtingarkosti og á hvaða þætti þarf að hafa í huga við það mat. Þetta lýðræðislegt stjórntæki og það Alþingi sem tekur ákvörðun afgreiðslu áætlunar að lokum. Við viljum vitanlega nýta orkuauðlindir okkar eins og vel og mögulegt og af nærgætni. Við viljum líka gæta að okkar einstöku náttúru að geta notið óbyggðra víðerna sem orðin vandfundin á heimsvísu, kyrrðar og einveru. Það ómetanlegt. Þetta mikilvægt að draga fram í mati á áhrifum orkunýtingarkosta. Einnig líka mikilvægt að hafa upplýsingar áhrif orkunýtingarkosta á ferðaþjónustu, en þá við líka að bera saman 2 form auðlindanýtingar, sem stundum fara saman og stundum ekki. Ég mikla trú á því að Alþingi muni axla þá ábyrgð sem þeim falin varðandi afgreiðslu rammaáætlunar og fullviss að rammaáætlun muni reynast okkur vel sem stjórntæki. Stjórnarsáttmálinn gerir ráð fyrir endurskoðun laganna rammaáætlun. Ég mun setja þá inn í gang og leita eftir sjónarmiðum reynslu af framkvæmd laganna og þar mun ég meðal annars heyra sjónarmið ykkar samtaka. Til að sú vinna verði markviss mikilvægt að Alþingi ljúki afgreiðslu þriðja áfanga rammaáætlunar. Hans ávarp. Hann talaði mikilvægi rammaáætlunar sem stjórntækis og nú fáum við hér erindi frá manni sem hér í salnum, honum Þórni í Dýrfjörð sem starfsmaður hjá Akureyrarbæ en einnig á hann sæti í verkefnastjórn rammaáætlunar. Þessi ekki 5. áfangi sem þau að byrja að vinna núna. Og hann ætlar að svara spurningunni rammi hvað og bætir þá væntanlega einhverju við það sem kom fram hjá ráðherra. Þórnir, gerðu svo vel. Já, komið í sæl. Gaman að fá að vera með ykkur í dag. Ég reyndar að hlaupa í skarði fyrir góða vinkonu mína á Törfara, Guðrúnu Pétursdóttur, sem ætlaði að vera hér og ég hefði nú alveg viljað sitja út í sal og hlusta á hana. Hún laus úr hnappheldunni þannig að hún hefði getað látið gamminn geisa sem ég á pínlítið erfiðara með, þar sem ég sitt nú þegar í verkefnisstjórninni. Þetta mitt annað tímabil. Ég satt fyrir hönd menntamálaráðuneytisins eða skipaður af menntamálaráðuneytinu í síðasta áfanga, 4. áfanga og núna sitt þar skipaður af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Af því ég tók þetta að mig með stuttu fyrir þá bjóðum til mjög opna yfirskrift, rammi hvað, en ég ætla að bara reyna að segja ykkur hvað rammaáætlun Ég gerir ráð fyrir að mjög margir inni viti það bara mjög vel,
en ég ákvað að gera ekki ráð fyrir því að svo væri endilega alla. Þannig að mér langar bara að fara í gegnum það, hvað hún og hver eru markmið hennar og þess aftar og hvernig ferlið sem býsna langt eins og þið þekkið og mörguleyti flókið. Þetta auðvitað stutta svarið, áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða og það oft þörf á því að minna á hugtakið landsvæði í þessu samhengi. Við tölum oft virkjunarkosti og erum þá bara að hugsa ákveðna á og mér sé bara ákveðin kafla í ákveðinni á ef við erum að hugsa vatnsfall. En við erum auðvitað að hugsa áhrif á landsvæðin og allt í lagi nefna það bara í leiðinni af því að mikið talað vindorkuna og hvar hún eigi heima og mörg ykkar kannski kannast við umræðu, ég ætla ekki endilega að segja deilur, en umræðu hvar vindorkan eigi heima, hvort að hún eigi að fara í gegnum þetta sama ferli og margir segja bara ekki vindur alls staðar, það ekki ótæmandi orkuauðlind, en svona á móti því sagt, við þurfum landsvæði eða hafsvæði, meira og meira hafsvæði undir vindorkuna og það ekkert endilega víst að við að líta þá nýtingu landsvæða með einhverjum öðrum augum þegar við erum að hugsa önnur form orkuöflunar. Þarna segir að rammaáætlun tæki til að tryggja að ákvarðanir nýtingu landsvæða til orkuframleiðslu byggist á langtíma sjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati. Það svona gæti stundum að ákveðnum misskilningi og ráðherra reyndar nefndi þetta, hann talaði grófa línur og ekki svo mikið smáatriði og ég segi þarna ekki einfalt afgreiðsluverkfæri, heldur þetta áætlunargerð og það dálítið annað. Ég skil vel að frá sjónarmiði þess sem ætlar að fara að virkja að þá sé freistandi að líta á þetta sem afgreiðsluverkfæri, eitthvað sem maður bara setur inn bara eins og maður segir hundaleyfi og svo kemur eitthvað svar. En þetta auðvitað miklu og talsvert miklu flóknara heldur en það. Það getur líka, þið kannast líka við það og rammaáætlunin stundum gagnrýnd fyrir það að hún hafi ekki leitt af sér sátt. Og ég alveg til í að nota orðið sátt, en ég líka alveg til í að hugsa að það stundum dálítið villandi að nota það orð. Vegna þess að sumar ákvarðanir mjög erfitt að sjá fyrir sér að verði nokkur sátt, jafnvel þó á endanum sé ákvörðunin tekin. Þannig mér hefur dottið í huga að stundum mætti nota traust og jafnvel öryggi í ákvarðanatöku. Þannig að við höfum traust á því að svo ákvörðun sem við erum ofan á sé vandlega íhuguð og það sé mikil og vel ígrundu vísindi á bakvið hana. Og það kannski betur við heldur en orðið sátt og við eigum ekkert endilega að gefast upp á rammaáætlun jafnvel þó hún leiði ekki alltaf til sáttar. Bara nefna þetta. Svo segir bara að undirbygging vandasamra, flókinna, stundum afdrifaríkra og umdeildra ákvarðana. Ráðherra held ég hafi sagt þetta allt saman. En tækjun ætlað að hjálpa okkur í þessu. Og byggð á hugmyndafræðilegu grunni sjálfbæra þróunar kom mjög rækilega fram hjá ráðherra að við skiljum, ákvarðanar okkar skilji eitthvað eftirhanda þeim sem landið erfa. Ef við endursegjum það í mjög stuttu máli. Og ráðherra nefndi líka að þetta lýðræðislegt ferli, það mikið samráð við haghafa og almenning byggt inn í ferlið. Markmiðið bara stórt, markmið þessara laga, þetta svo sem hljóma sama við það sem áður var sagt, markmið þessara laga að tryggja nýting landsvæða þar sem að finna virkjunarkosti, þannig að gerðu þessi greinarmun og virkjunarkosti á landsvæði, byggist á langtíma sjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati, þar sem tekið tillit til verndargildis náttúru, þannig koma þættirnir, verndargildi náttúru, menningarsögulegra minja, hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði. Þannig því sjá að þetta ansi breið mynd og stór mynd sem dregin upp. Og með sjálfbæra þróun að leiðarljósið, svo að það sé ítrekkað. Þetta bara textinn sem beint upp úr fyrstu grein lagana. Og þetta þekkiði mörg. Nú, hvernig verkefnisstjórnin skipuð? Hún skipuð svona, það eru 2 án tilnefningar og það meðal formaður og það þá ráðherra sem hefur skipað þá. 2 tilnefndir ráðherra orkumála og nú svo skemmtilega til að það sami ráðherrann. Áður voru þetta 2 ráðherrar sem skipuðu þessa fulltrúa en nú það sami ráðherra eftir að verkaskiptingu í stjórnarráðinu var breytt. Einn tilnefndur af ráðherra menningarminja, eins og það heitir, sem þá menningarmálaráðherra og einn tilnefndur af sambandi sveitarfélaga. Svo þetta ekkert flókin lýsing, verkefnisstjórn ráðherra til ráðgjafar við undirbúningagerð tillagna fyrir verndar- og orkunýtingaráætlun. Þannig hinum megin og hinum endanum það ráðherra sem okkar viðskiptavinur og ráðuneytið ef svo má orði komast.
Þið hafið heyrt talað faghópa og það eru hópar sem að verkefnisstjórnin skipar sér til ráðuneytis sem annast í raun og veru hina vísindalegu vinnu, sem annast rannsóknirnar, umsjón með þeim og annast öflun þekkingarinnar. Þeir eru bara skipaðir af verkefnisstjórninni, ráðuneytið eða ráðherra kemur ekkert að því, það er verkefnisstjórnin sem skipar þessa faghópa og fjöldi þeirra er líka ákveðin af verkefnisstjórninni og þeir hafa hingað til verið skipaðir eftir fagsviðunum, bara hvaða þættir það sem þarf að kanna og faghóparnir taka með að því. Og hlutverkið, þeir fara yfir virkjunar áform hver frá sínum sjónarhóli, metur þá með stigagjöf og gerir tillögu til verkefnisstjórnar. Þetta er svona byggingin í þessu verkfæri. Og hverjir eru faghóparnir? Þeir eru 4, að hafa verið 4 í 3., 4. og 5. áfanga. Það er sem sagt faghópur 1 sem að leggur mat á náttúruverðmæti og menningarminjar. Við getum kannski og stundum er freistandi að líta svo á að þetta sé svona þátturinn í þessu mati. Það segja það eru í raun og veru bara náttúruverðmæti, náttúruminjar og menningarminjar sem geta stjórna því að svæði lendi í verndarflokki. Svo er það faghópur 2, önnur nýting, það er eins og ferðaþjónusta, önnur hlunnindi, beit og veiðar í ám og vötnum og faghópurinn fer yfir það mjög vandlega. Svo er það samfélagslega áhrif virkjana og það er alltaf lægi að hugsa það og nefna það í leiðinni að það er kannski einn af þeim þáttur sem við getum séð fyrir okkur að vaxi frekar en hitt þegar við förum að hugsa vindorku. Og ef að niðurstaðan verður svo að vindorka verði nálægt byggð að þá reynir enn meira á mat á samfélagslegum þáttum heldur en hefur verið hingað til. Og svo er það efnahagslega áhrif virkjana. Og það er 4. faghópurinn sem annast það. Og þetta vitum við náttúrulega upp á hár að flokkunin felur þetta í sér. Það er skipt í 3 flokka. Það er orkunýtingaflokkur, það eru virkjunarkostir sem kemur til greina að nýta, landsvæði og virkjunarkostir sem kemur til greina að nýta. Verndarflokkur, það eru þá landsvæði þar sem ástæði til að friðlýsa fyrir orkuvinnslu og þetta hefur verið reyndar séð í praxis núna á síðustu árum að hefur verið að gerast. Það er eitt af því sem hefur verið gagnrýnt að mál hafa ekki verið kláruð með friðlýsingu þegar vernd liggur fyrir. Og svo er það biðflokkur, þar sem að liggja ekki fyrir nægilegar upplýsingar hvernig sé rétt að flokka landsvæði að virkjunarkosti. Og kannski nefni það bara núna, ég veit ekki hvað tímalíu, en þú veist það, Svanfríður. Er ekki allt í góðu? Ég gleymdi að setja klukkuna og ég ætla að gera allt til að nefna það núna að þessi óvissa getur verið að mörgu toga. Algengasta óvissan er svo að það vanti bara gögn og það vanti rannsóknir sem að geta lagt grunn að því að ákvarða flokkun í nýtingu eða vernd. En það getur verið, og það er svona nýjasta dæmið í því, getur verið annars konar óvissa og það er freistandi að nefna sem dæmi Búrfellslund sem að Landsvirkjun hefur á prjónunum og hefur reyndar sett fram 2 og í breyttri mynd í seinna skiptið þar sem reyndir að taka tillit til þeirra athugasemda sem að þegar lágu fyrir. Og ég held við getum næstu í sagt, auðvitað er oft liggur svona þétt lína á milli víðerna og mat á víðernum og verðmæti fyrir ferðaþjónustu. Það eiginlega segir sig sjálft. Að þar sem maður getur notið mikill að víðerna að þá er mögulega að ræða verðmæti fyrir ferðaþjónustuna en það getur líka verið verðmæti í sjálfur sér og þar með fallið undir faghóp 1, ég vonið fylgir mér. En svona niðurstaðan sem er núna uppi með Búrfellslund er að þar rekist á í raun og veru fyrst og fremst tvennir hagsmunir. Það er annars vegar hagsmunir ferðaþjónustunnar þar sem við erum með svona einn aðal innganginn inn á hálendið sem Ísland á af fjallabaki. Annars vegar og svo hins vegar hagsmunir þeirra sem vilja nýta svæðið til frekari orkuöflunar, svo við orðum það þannig. Og þá er spurning hvernig á að meta það. Það er ekki endilega bendingar að það beri að setja svæðið í vernd, heldur það rekast bara mjög harkalega á tvennir hagsmunir eins og mati liggur fyrir núna. Þetta er svona niðurstaðan út úr 4. mati að vinnunni sem fór fram í 4. áfanga. Ég voni lengi ekki máli mitt með því að vera tína inn svona ómargar hugmyndir en það er samt ágætt að útskýra í leiðinni með dæmum ef hægt er. Nú ferlið, þetta er svona hraðaútgáfan, Orkustofnun auglýsir eftir orkukostum, verkefnisstjórn tekur á móti, skipa faghópa, drög að tillögu
sem verður til og svo samráðsferli, tillagan fyrir ráðherra og ráðherra leggur tillögu fyrir Alþingi. Þetta verður að gerast að lágmarki 4 ára fresti og svo afgreiðir Alþingi þetta. Ef við förum aðeins í þetta í örlítið meiri smáatriðum, þá ég búinn að nefna að það Orkustofnun sem hefur það hlutverk að taka á móti tillögum eða óskum að virkjunarkostir og landsvæði fari til mats í rammaáætlun. Búinn að segja ykkur það eitt af því fyrsta sem að verkefnisstjórn gerir að skipa faghópa og í raun og veru plana rannsóknir. Faghóparnir vinna gagnaöflun og téða rannsóknir sem geta verið mjög umfangsmiklar og legið saman. Og svo kemur umsagnaferli að því loknu þar sem Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun, Minjastofnun Íslands og Ferðamálastofa leggja mat á það hvort að liggja nægileg gögn fyrir til þess að halda áfram með flokkun eða mat og kostun. Nú faghóparnir klára sitt mat, AHP-röðun eða þrepagreining held ég að heita á íslensku, sem ég ætla ekki að reyna að útskýra fyrir ykkur núna, fer fram að minnsta hjá faghópi 1 og 2 og svo vinnur verkefnisstjórn úr þessum niðurstöðum og undirbýr tillögur. Og við getum sagt að vinna fjórða áfanga stendur akkurat þarna. Það er komið drög að tillögum en mál ekki komið lengra. Og þarna sjáum við hvað tekur svo við og þarna kemur eiginlega svona lýðræðið og samráðið fyrsti hluti inn í þetta. Að eftir að drög að tillögum orðnar til að þá ber verkefnisstjórn að fara í samráðsferli, samráðsferli og vinna úr þeim niðurstöðum sem að þar koma inn og ég fann sjálfur eftir að hafa tekið þátt í þessari vinnu í síðasta áfanga hvað þetta mikilvægur hluti að í raun og veru treysta sig til að leggja fram tillögu að flokkun vitandi það að mjög margir eiga eftir að hafa augu á því í framhaldinu og eiga möguleika á að breyta. Það er mjög mikilvægt skref í þessari vinnu verkefnisstjórnarinnar. Og svo kemur annað samráðsferli og það tekur að lágmarki 3 mánuði. Það er 12 vikna ferli en aftur eftir athugasemdir komnar inn að þá vinnur verkefnisstjórn úr því og að því loknu fara tillögurnar til ráðherra sem að tekur það bara við boltanum og verkefnisstjórnin hefur í raun og veru lokið sínu hlutverki. Og ef við kíkjum á þess að hvað ráðherra getur gert að tillögurnar eru komnar til hans, hann gengur frá tillögunum, hann hefur heimild til að breyta þeim áður en að leggja þær fyrir Alþingi. En ef hann ætlar að gera það, þá verður hann að fara í samskonar samráðsferli og seinna samráðsferli á verkefnisstjórn. Þannig að það aftur lýðræður, aftur samráð, það aftur tækifæri til að hafa skoðun á því sem er að gerast. Og að því loknu fara þá tillögur fyrir Alþingi sem er að gerast núna með 3. áfanga í 4. skipti reyndar. Ráðherra getur líka ákveðið að leggja fram tillögurnar án breytinga og þá þarf ekkert samráðsferli þarna á milli og það er það sem er að gerast akkurat einmitt núna. Alþingi tekur við og ef Alþingi klárar, sem við vonum að Alþingi gerir við 3. áfanga núna, það er mjög mikilvægt. Það er mjög hamlandi fyrir starf 4. áfanga að við ekki með 3. áfangan samþykktan. Eiginlega gerði vinnuna ómögulega nánast. Og við krossum fingur og ég veit ekki hvað ykkur finnst það, mér finnst sjálfsagt að stækka biðflokk til þess að við getum klárað þetta. Við kannski ræðum þá eftir. Hér er bara svona dæmi tímalínu, þetta eru 3. áfanga og við núna í 5. áfanga erum bara þarna í efstu línunum, en það er ágætt að sjá þetta, hvað þarf að brjóta þetta mikið niður til þess að klára vinnuna og þið sjáu þetta hefst þarna 2015 og líku 2017 með þessa áætlun. Þannig að það er mikið fyrir höndum og því fyrr sem Alþingi klára 3. áfanga því markvissara verða næstu skref. Svo eru bara hérna dæmi lokaskýrslu úr 3. áfanga, þetta er gríðarlegt plagg, ég man ekki hvað þetta margar blaðsíður, 400 ef að giska á það, kannski. Og svo er hérna forsíðan að þessari skýrslum drög að tillögum 4. áfanga og þetta liggur allt fyrir. Hvet ykkur til að skoða meira og minna allar þessar upplýsingar sem ég er búinn að fara í gegnum eru á heimasíðunni ramma.is, ekki rammi.is, ramma.is. Og gríðarlegt magna upplýsingum þar. Ef við tökum svo bara aðeins gagnrýni og vangaveltur í lokin, ferli hefur verið gagnrýnt fyrir að vera hægvirt og mér dettur stundum í huga það sé kannski já og nei getum við sagt, já það er satt, nei kannski er það misskilningur. Það var talsverð gagnrýni fyrir síðustu kosningar og þessu heyriði mér fannst hún fyrir grunn og einhvern veginn bara þetta verið ómögulegt tæki og bara hætta með þetta og leggja þetta af og finna upp eitthvað annað. Og náði kannski ekkert mikið lengri það og lítið talað það að Alþingi, það var í raun og veru Alþingi sem var að draga lappirnar.
mjög lítið, það kom lítið fram. En það hefur nú allt saman skýrst, finnst mér. Og bara rétt að benda á það að greiningaferli sem slíkt og flokkunin sem slík hefur raun og veru nokkurn veginn fyllt tímaáætlun. Það hefur í sjálfu sér ekki verið vandamálið. Heldur bara þetta stóra stopp á löggjafarsamkomunni. 4 ár langur tími fyrir virkjunaraðila, ég er búinn að nefna þetta kannski, sagði áðan, þetta er ekki hefðbundið afgreiðsluferli, þetta er ekki eins og maður getur verið orðinn óþolinmóður ef maður er ekki búinn að fá hundaleyfið eftir 1 mánuð, þetta er svo miklu flóknara og það er ekki verið að smíða áætlun hundahald á Akureyri leið og það er verið að taka fyrir ósk mína hundaleyfi á Akureyri, þannig að það þarf að muna það, þetta er ekki þess háttar ferli, það er verið að smíða áætlun. Og það má líka bara spyrja, er það langur tíma að bíða í 4 ár á kannski 20 ára framkvæmdaferli virkjunar? Ég held ekki. En 4 árin verða að standa. Ég tek undir þá gagnrýni, alveg klárt. Það verður að klára þetta lágmark 4 árum og skilja það bara eftir það sem ekki er hægt að klára. Hvers vegna hefur þetta strandað? Það er bara góð spurning og ég er kannski ekki rétti maður til að svara því endilega. Við vitum þetta eru umdeildar ákvarðanir. Það má leiða líkum að því að síðasta ríkisstjórn hafi ekki viljað í þau átök sem að geta fylgt því að afgreiða svona tillögur sem eru svona, geta verið mjög umdeildar og valdið miklum átökum. Ég veit þetta ekki, en það má leiða líkum að því. Þetta er spurning pólitíska samstöðu, en nú er fólk að bretta upp ermar, það er gott, mjög gott. Þetta er rosalega umfangsmikið og það kann að vera líka skýring. Þetta er mikill veggur, þetta er mikill hamar sem maður tekur á móti manni þegar maður hefur móttekið skýrslu með tillögum hvaða verkefnisstjórnar sem er. Bara komast í gegnum þetta og skilja heildarsamhengi og svo framvegis. Og það kann alveg að vera eitthvað til að skoða. Og núverandi verkefnisstjórn er aðeins að kíkja á það, hvort það sé möguleiki að minnka pakkana. Þannig að þetta verði ekki svona yfirgengilega mikið. Og mögulega þá að fara í þá kosti sem að vitað er að rekast kannski ekki víða á og er ekki mikill ágreiningur En það sem er mikilvægt í því og það snertir þessa heildarröðun sem kemur frá Haghopunum er að jafnvel þó við minnkum pakkana þá megum við ekki missa sjónar á heildarröðunni af því það er ákaflega mikið grundvallaratriði í því hver niðurstaðan verður. Þannig að það þarf einhvern veginn alltaf að reyna að taka þá þann minni pakka sem er verið að meta og setja hann í samhengi við allt hitt sem búið er að gera. Og þetta snýst auðvitað það svona bara í mjög einfaldri mynd. Ef að tilteknar jarðminjar eru aðeins eftir á 3 stöðum á Íslandi og mögulegir virkjunarkostir á öllum þeim svæðum, þá eykst verðmæti þeirra 2 sem eftir verða þegar búið að taka ákvörðun að virkja þann 3. Og ef það tekin ákvörðun að virkja þann númer 2, þá má segja að þessi eini sem eftir muni fá nánast ómetanlegt gildi. Þannig að þetta er svona þetta heildarsamhengi sem þarf að hafa í huga og er mjög mikilvægt að muna eftir þegar maður hugsa bara hvað er verið að gera. Ófullnægjandi mat og efnahagslegum áhrifum, þetta er gagnrýnispunktur sem heyrist mjög mikið og snertir þetta með traustið held ég. Þannig að ef það er að benda á að matið sé gallað að einhverju leyti, þá rýrir það traustið á undirbúningnum og á heildarmyndinni. Þannig að það er að sumu leyti bara satt að þessi þáttur hefur orðið útundan, mat á samfélagslegum áhrifum varð útundan en tók stórstígum framförum í síðasta áfanga, held ég megi segja, og það glittir í að það muni taka enn meiri framförum núna, en svona efnahagslegi þátturinn ofta orðið útundan. Stundum skiptir hann ekki máli, vegna þess að verndargildi er svo ótvírætt. En það er slæmt ef við segjumst að meta alla þætti ef við getum ekki sýnt fram á að við höfum gert það. Þannig að þarna er ennþá umbóta tækifæri, ef orðaði þannig, alveg klárlega, og myndi þá stoppa upp í þetta gagnrýninnar. Það er ýmislegt sem á lagfæra, get ég sagt að lokum, og eins og ráðherra boðaði, það er margt að læra af því sem búið að gera og það er þetta að laga í samræmi við það. Eitt af því sem við höfum verið að benda á í sambandi við vindorkukostina sérstaklega er að það er ekki gott að heimamenn, að sveitarstjórn á viðkomandi landsvæði eða sveitarstjórnir þar sem eru komin á stað áform vindorkuver sé að heyra því í fyrsta skipti þegar að fulltrúar úr faghópi 3 sem eru með þetta samfélagslega áhrif komi í heimsókn og fara að spyrja hvað fólki finnst. Það er ótækt, þannig að það er eitthvað til að læra
vitneskja og kynning og örugg upplýsingamiðlun miklu fyrr ætti einhvern veginn að vera byggð inn í ferlið, bara lítið dæmi. En við megum ekki fara að sníða erfiðleika út úr eða flækindi út úr kerfinu á kostnað vandvirkni, á kostnað vísinda, á kostnað undirbyggingarinnar. Við verðum að vera þolinmóð. Þetta byggir mjög mikið á þolinmæði, þetta ferli allt saman. Svona standa málin, sé ég hérna, þetta er tafla sem inn á heimasíðunni og þið sjá bara ef við kíkjum hérna á dálkana lengst til hægri, það er 3. áfangi sem er þá núna komin fyrir þingið en vantar að klára og þið sjá 4. áfangi er ennþá skemmu komin og þá eftir komið ljós hvað verkefnisstjórn 5. áfanga gerir við vinnu 4. áfanga, hvort að hann verður bara gripinn inn í vinnuna sem er framundan eða afgreiður einhvern veginn sér eða ég vil tekið út úr þeim pakka. Við vorum farin að hugleiða að taka út stækkanirnar sem Landsvirkjun hefur á prjónum að taka það út og afgreiða hraðar, svona með hliðsjón af þessum pælingum að minnka pakkana. En nú er ráðuneyti komið út í vinnu við að breyta lögum, þannig að þess þarf ekki. Og mér sýnist að þær breytingar á lögum sé að bara falla í nokkuð góðan jarðveg með við umsagnir frumvarpið, áformin allavega. Og ætli ég verið ekki segja takk, vitandi ekkert hvað ég er búin að tala lengi. Þakka fyrir Þórgnýr. Ég held að þú hafir að minnskosti nýtt þinn tíma afar vel. Ég hygg að flestir séu ennþá betur upplýstur hvað rammaáætlun er. Rammi hvað. Mig blóðlangar auðvitað í umræðu rammaáætlun og það gleður mig að sjá hvað ferlið að þroskast. En það þarf að fleira að komast að. Hér á næstur er Andri Teitsson. Hann er framkvæmdastjóri orkufyrirtækisins Fallorka hér á Akureyri og hann ætlar að ræða sín orkugeirans á stjórnsýslu varðandi orkuöflun og náttúruvernd. Gerðu svo vel, Andri. Takk fundastjóri og takk fyrir að bjóða mér á málþingið. Ég vil líklega byrja á að biðjast afsökunar á yfirskriftinni, málþing landverndar, því að það hefði væntanlega átt að standa landvernd og sunn, ekki satt. Leiðréttist hér með. Ég ætla rétt aðeins að byrja á að segja ykkur frá hvað Fallorka er, þetta fyrirtæki sem ég starfa fyrir. Það var stofnað fyrir 20 árum hérna í Eyjafirði byggingu 2 virkjana í Djúpadalsá. Og þetta félag er í 100% eigu Norðurorku núna og Norðurorka er aftur í eigu Akureyrarbæjar og 5 nágrannasveitarfélaga. Fallorka annast raforkuframleiðslu og smásölu á raforku. Núna allt í einu vita allir landsmenn hvað það er eftir líflega umræðu og samkeppni N1 og ON og fleira. En við kaupum líka rafmagn í heildsölu frá Landsvirkjun. Svona cirka 2/3 af því sem við seljum, því að við erum í sömu stöðu og held ég megi segja öll hin raforkusölufyrirtækin að framleiða minna rafmagn heldur en viðskiptavinir okkar nota. Þannig að mismunin er þá verið að kaupa frá Landsvirkjun aðalega og svo bændavirkjunum reyndar, sjálfstæðum aðilum. En þó við séum lítið félag þá hefur reksturinn gengið ágætlega og verið með jákvæða afkomu síðustu 12 ár sem að kemur þá bara eigendum öllum til heilla, almenningi hérna á svæðinu. Og við rekum 4 vatnsaflsvirkjanir og þarna er yfirlit yfir þær. Þessar 2 í Djúpadal og svo 2 í Glerá. Og myndin er af þessari nýjustu Glerárvirkjun 2 sem er 3,3 megavött. Og munar alveg hérna á Akureyri. Þetta er svona nokkur þúsund heimili eða nokkur þúsund rafbílar getum við sagt sem að þessi virkjun getur sinnt. En við erum með lágt hlutfall eigin framleiðslu. Eins og ég sagði, þrátt fyrir að þessi nýja virkjun sé komin í gagni, þá er það bara 1/3 sem við framleiðum sjálf og hefðum gjarnan viljað auka það sérstaklega í ljósi þess að það hefur verið talað raforkuskort á Eyjafjarðarsvæðinu og gengið brösulega að fá hérna nýjar tengingar, hvort heldur vestanað eða austanað. En markaðurinn svona eitthvað stækkandi myndum við halda, smátt og smátt en ýmsum ástæðum.
hægfara uppbygging bara almennt, fjölgun fólks og fyrirtækja og svoleiðis. Nú ef það vildi koma hingað ný fyrirtæki inn á Eyjafjarðarsvæði þá hefur það verið bara þröngt það sko, varla hægt að stofna bakari, má segja, síðustu árin því að raforkan meira og minna uppselt og við vitum alveg að því að Mjólkursamsalan og álíka fyrirtæki sko hafa það í huga þegar þau eru að hugsa hvar á landinu ætlum við að byggja upp og efla okkar starfsemi að þetta hefur verið svona pínu innan sviga ástandi hérna við Eyjafjörð. Ekki gott að það standi í mörg ár. En það stendur til bóta náttúrulega núna þessi flutningsgeta Landsnets því að á þessu ári vonandi kemur í gagnið Hólasandslínan hérna austan frá. En Blöndulínan náttúrulega búin að vera í stoppi í, ég veit ekki hvað, 12-15 ár og ég held að séu 12 ár síðan að ég mætti á fund á Engimýri í Öxnadal þar sem var rætt um nýja Blöndulínu og var mikil andstaða og enn. En það nú komna fram einhverja tillögur núna frá Landsneti útfærslu á því og vonandi leysist það. En svo vorum við þá líka í þeirri stöðu þarna þegar að rammaáætlun 3 var að ljúka að tillaga þeirra verkefnisstjórnar var að það yrði, má segja, ekki meira vatnsafl á Norðurlandi, það að segja tillagan gekk út á að friða jökulárnar í Skagafirði og sömuleiðis Skjálfandafljót. En eina vatnsaflið sem var þá talað að bæta við var minniháttar viðbót á Blönduveitu, það að segja viðbótar virkjanir á vatninu sem rennur Blönduvirkjun. Þannig að við hérna Akureyringar og Fallorka hugsuðum hvað getum við gert til að reyna að bæta raforkuframleiðslu og við erum meðal annars með rannsóknarleyfi núna vegna 3. virkjunar mögulegu í Djúpadal sem að svona almennt séð myndi vera hugsuð sem 2-4 megavött en núna í ljósi meðal annars umræðu vindorku, hvort sem að það yrði okkar vindorka eða einhver annara, þá er alveg ný hugsun varðandi vatnsaflsvirkjanir að svona átómatískt hugsa allir eigum ekki að vera með 2-falt stærri vél þó að sko stíflan sé ekkert hærri eða ekkert meira rask endilega neitt svoleiðis heldur til að geta þá framleitt að þeim meiri krafti sko þegar logn og vindmyllurnar stopp og safna svo vatni daginn eftir þegar vindmyllurnar í gangi. Þannig að keyra vatnsaflsvirkjanirnar meira skrykkjótt svona til að jafna út vindframleiðsluna. Þannig að þetta er svona ný hugsun sem komin inn í alla þróun og hönnun á vatnsafli á Íslandi. En þetta væri töluvert framkvæmd og þyrfti nýjan streng alla leið til að Akureyrar og svo framvegis, en þetta er svona á rannsóknarstigi hjá okkur og við höfum líka hugleitt vindorku aðalega í Hörgársveit og já, það er erfitt að kannski útskýra fyrir ykkur en þið sjáu þarna Hörgárdal og það sem að háið í Hörgárdal. Háið svona inn á appelsínugulu svæði og svo það ennþá meira appelsínugult aðeins sunnar. Þar hið ágæta svæði Vindheimar sem að ber nafn með rentu og þar vindasamt og þetta sáum við bara með því að skoða tölvulíkan sem að Veðurstofan og Landsvirkjun og fleiri byggu til á landinu öllu og það þetta stunda vindrannsóknir sem sagt bara við skrifborðið heima hjá sér þess vegna og þarna álitlegur staður og við sendum tillögum þetta inn til 4. áfanga rammaáætlunar og þetta var eitt af 34 vindorkuverkefnum sem voru þar og eitt af bara 4 held ég megi segja sem fengu jákvæða umsögn og var mælt með að færu í nýtingarflokk. Þannig að okkur fannst það nú rósi í hnappagatti þá þetta fyrsta lagi bara vegna þess að við höfum þá skilað öllum þeim gögnum sem var farið fram á og sem var meira en einhverju gerðu. En jafnframt að verkefni þótti þá á þessu stigi allavega viðunandi hvað varðaði umhverfisáhrif og þess háttar. En reyndar þetta í biðstöðu hjá okkur núna því að Hörgársveit hefur ekki ljáð máls á skipulagsbreytingu og vill ekki vindorku í sitt sveitarfélag. Og þar við situm svona í bíl og við hugsaum bara gott og vel vindorkan þarf meiri umræðu bara á landsvísu og það þarf að þroska þá umræðu í nokkur ár og svo kemur eitthvað út úr því viljum við hafa vindorkuna nálægt byggð eða fjarri byggð, hálendi, lálendi og allt þetta eða bara hvergi þetta þarf alltaf að koma í ljós. Þá aðeins rammaáætlun það eru þessi 4 faghópar eins og Þórgnýr fór mjög vel og skilmerkilega yfir.
og ég ætla ekki að endurtaka það hvað þeir gera, en það er mitt mat og þetta er mitt persónulega mat, ekki orkugeirans á Íslandi eitthvað, að tveir af hópunum séu kannski gagnslitlir og það skeinu auðvitað í gegn hjá Þórni. Hann sagði að meðal annars að fyrsti hópurinn hefði einhvers konar Trump-vald en hópur 2 sem fjallar aðra nýtingu en orkuvinnslu, svo sem ferðamennsku, veiðar, útivist og landbúnað. Þar eru að mínu mati bæði óveruleg áhrif og svo óljóst orsakasamhengi. Og með þriðja hópinn áhrif á samfélagið, félagsleg velferð íbúa, samfélagsleg fjölbreytni, samskipti, samstaða, virkni, annað. Þetta að mínu viti líka óljóst og erfitt að bera saman á milli verkefna, myndi ég halda. Svona sitt hvort megin á landinu eða þéttbýli versus dreifbýli og svo framvegis. En bara sem dæmi, þarna samfélagsvinkilinn að það sem þessi hópur gerði varðandi mögulega vindorku í Hörgársveit var að tala við sveitarstjórnina þar og einhverja íbúa. Og í Hörgársveit búa 700 manns en á Eyjafjarðarsvæðinu 25.000 og okkar ætlun var að skaffa orku fyrir það samfélag. En það var ekkert spurt, faghópurinn spurði ekkert hinn 24.000 og eitthvað. Þannig að ég velti því líka upp, hvaða samfélag erum við að tala Já. Og aðeins nánar varðandi þennan punkt þarna ferðamennskuna og orsakasamhengið sem að ég tel að sé jafnvel bara geti verið plus en ekki endilega mínus, og ég googlaði hérna aðeins og fann þetta viðhorfskönnun jákvætt viðhorf erlendis gagnvart orkuuppbygging á Íslandi var staðfest með viðhorfskönnun Iceland Naturally meðal almennings í Bandaríkjunum árið 2014. 67% töldu að notkun Íslands á endurnýjanlegum orkugjöfum yki áhuga þeirra á Íslandi og vörum frá Íslandi. Í sömu könnun kom fram að 49% teldu að endurnýjanleg orka Íslendinga gerði mun líklegra að þeir ferðuðust til Íslands og væri eitt það helsta sem drægi þá til landsins. Og því miður skráði ég ekki inn líka aðra könnun sem ég rakst á sem var gerð meðal ferðamanna á Búrfellssvæðinu, af því að Þórgnýr nefndi einmitt þetta álitamál þar, víðerni fyrir sig sjálft eða víðerni fyrir ferðamenn annars vegar og svo hins vegar mögulega orkuvinnsla. Að ferðamenn sem voru staddir þar og voru spurðir hvað ertu að gera hérna, að þeir náttúrulega merktu við alls konar, eitthvað bara upplifa bjarta sumarnótt og fallega náttúru og kannski einhverjir skoða virkjanir, en 90% merktu líka við ég komin hingað til að upplifa ósnorti víðerni. Og þá voru þeir innan háspennulínur og 5 vatnsaflsvirkjanir og 2 vindmyllur og skiljið, þannig að ég held að það sé kannski verið að gera eins of mikið úr þessum þætti. Og ég velti upp að þegar verið að endurskoða rammaáætlun, vinnuferlið, hvort við ættum ekki að bara fara til fortíðar og horfa bara á 2 ása. Og ég held líka talaði í þennan hóp, ykkar hóp, landverndarfólk og náttúruverndarsinna. Held að það geti líka bara verið ykkar hagur að tala fyrir þessu. Förum aftur í einföldunina, bara annars vegar náttúran og hins vegar virkjunarhagsmunir. Og hættum að flækja málið með samfélagi og ferðamennsku og allt þetta. Og ég held að rammaáætlun geti verið frábært tæki ef hún notuð bara þennan einfalda hátt. Þarna hugsaum okkur að hver punktur sé einn virkjunarkostur og honum raðað þá annars vegar lendir hann því ofar á myndinni sem að virkjunin auðveldari og hagkvæmari, svona frá mínu sjónarmiði. Svo hins vegar lendur hún þeim lengra til hægri sem hún þá skaðminni frá ykkar sjónarhóli. Og þá sjáum við henda okkar að allir kostir sem að lenda langt til hægri og langt upp, þeir eru bestir, sem grænu, en þeir sem að lenda niður í vinstra megin eru verstir, bæði óhagkvæmir og með mikil umhverfisáhrif. Og þá leiðir að sjálfu sér að við myndum væntanlega setja allt þetta rauða í verndarflokk
gula í biðflokk, græna þá mögulega í nýtingarflokk. Og ef við hugsum okkur svo að við getum búið til svona einn ás í viðbót sem að lýsir þessu báðu, eftir því sem við förum lengra til hægri og upp þá erum við með betri og betri virkjunarkost. Og ef við erum þarna lengst uppi þá bæði gott sem sagt hagkvæmnin og náttúrusjónarmiðin, en hérna niðri hvort við ekki afleitt. Hugsum okkur svo að renna öllum punktunum inn á þennan ás og þá erum við komin með bara eina einfalda mælistiku eða litróf eða hvað við viljum kalla það yfir bara alla virkjunarkosti sem voru þá til skoðunar í þeim áfanga eða upphafsáfanga rammaáætlunar. Og þá erum við þetta er að sjálfsögðu afstætt mat, þess að hver og einn kostur metinn miðað við hinn, hann betri eða verri út frá peningasjónarmiði, út frá náttúrusjónarmiði. Og það sem ég held að væri líka hægt að ná fram með þessu að bæta samfelluna, eins og Þórgnýr nefndi að þetta 4 ára ferli, það í fyrsta lagi hefur okkur ekki alltaf tekist að standa við það, en jafnvel þó svo sé þá þetta alltaf langt og svifaseint, þarf ekkert endilega að vera það. Það getur alveg verið gott að sé einhverju öryggisventil, sé ekki bara allt í einu í júlí, allt í einu einhver stórvirkjun runnin í gegnum kerfið, bara eitthvað úps, að þess að neitt taki eftir, ég er ekki að meina það, en þetta 4 árið 8 ár, það er svolítið mikið. Já, þannig að þetta er eiginlega bara það sem ég var að segja, að búa til þarna litróf eða mælistíku, einfalda, sem allir skilja. Já, svo heyrist betur, einmitt. Og svo kannski þá þurfum við ekki endilega verið í þessum 4 ára lotum og ég held að það hafi aðeins vantað upp á samfellu á milli áfanganna í rammaáætlun. Það er að segja það sem er búið að gera, að leggja mikla vinnu í og raða. Þegar að koma svo nýjir valkostir, svona nýtt holl af valkostum, röðum þeim bara inn á skalan sem við eigum þá nú þegar. Frekar en að vera að fara í gegnum alla vinnun upp og nýtt og vera einhvern veginn með 2 eyjar af verkefnahópum sem að er einhvern veginn ekki mikið samhengi á milli. En þá myndum við væntanlega líka gjarna vilja uppfæra eftir atvikum okkar mat frá fyrri tíð ef ástæða er til. Því að viðhorfin breytast. Já, þetta 4 ára plan sem sagt strætóin er 4 ár á leiðinni, en svo er það líka þannig að þegar að einhverjum dettur í huga að fara að byggja virkjun þá er ekkert víst að næsti strætó leggja á stað á morgun, heldur hann kannski nýfarinn og þá eru þar önnur 4 ár. Nú, aðeins um vindorkuna. Vindorkan getur alveg verið í rammaáætlun og allt í lagi með það, en ég vil samt svona benda á nokkur atriði sem að kannski mæla gegn því. Í fyrsta lagi, eins og Þórgnýr nefndi, vindurinn er út allt og það er ekki hægt að lista upp svona einhvern veginn alla möguleika eða virkjunarkosti í vindunum eins og er nokkurn veginn hægt með vatnsafl og jarðvarma. Og svo kannski það mikilvægast að vindurinn er ekki náttúruperla í eðli sínu eins og fossar eru og eins og hverir eru. Það er að segja vatnsafl og jarðvarma virkjanir. Þar erum við einhvern veginn alltaf að tala að virkja einhverja náttúruperlu, einhvern foss eða háhitasvæði. En í vindinum er það ekki þannig, það er einhvern veginn miklu óljósara samhengi og kemur það kannski meira til álita bara þetta víðerni og þau sjónarmið. Síðan 3. punkturinn minn að umhverfisáhrif vindorku eru óverulega, að minnsta kosti á náttúru og lífríki og afturkræf. Ég segja óverulega, en til dæmis að dæmigert vindorkuver er með fótspor kannski upp á 4% af yfirborði landsins. Ef við ætlum að byggja vindorkuver einhvers staðar á ósnortnu landi, þá þurfum við að leggja vegi og gera plön og svoleiðis sem að nema kannski 4-5% af yfirborði landsins. Þannig að sem tún eða akrar eða beitilandi eða þess áttar, það rýrna mjög lítið við vindorkuver. En svo eru þetta fuglalíf, önnur saga, misjafnt sums staðar mjög óheppilegt að vera með vindmyllur. Og umhverfisáhrifin eru þetta líka sjónræn, hljóð og svo framvegis.
En þetta meira og minna allt afturkræft og líftími vindmylla náttúrulega stuttur eins og þið þekki, kannski 20 ár, 25 ár eitthvað svoleiðis, þá eru þær bara skrúaðar niður, en auðvitað þá pressa og þrýstingur að fá að setja upp nýjar og tæknilegri og jafnvel stærri, sjálfsögum, en leyfið til skamstíma og líftími hverrar vindmyllu skammur, og svo hún bara skrúið niður. Þetta auðvitað ólíkt miðað við til dæmis sérstaklega vatnsorkuver, getum við sagt, þar sem kemur risastórt miðlunarlón og gríðaleg óafturkræf áhrif, eins og segjum bara hálslón. Þið þekkið eflaust mörg þessa umræðu skosku leiðina varðandi vindorku sem hefði alveg verið hægt og við reyndar ætlum að gera að einhverju leyti. Að fara bara kerfisbundið í þetta og undanskilja ákveðin svæði eins og Þingvelli og Mývatn og fullt af svæðum í viðbót sem bara allir eru sammála að eigi ekki að vera vindmyllur. Og svo einhver vafasvæði sem sæti þá sérstökum mati, til dæmis fari í rammaáætlun eða eitthvað álíka nálarauga ferli. En svo í þriðja lagi að sé bara vindorka leyfð með fyrirvara skipulag, umhverfismat og svo framvegis, eins og hver önnur byggingaframkvæmd má segja. Síðan bara örlítið almennt leyfismál virkjana að það sjálfsagt mál að hafa vandaferli með róttækri skoðun en það auðvitað æskilegt að fá niðurstöðu á einhverjum tilteknum árafjölda, 2 ár, 5 ár. Það sem við værum þá kannski að komast í gegnum rammaáætlun, umhverfismat, framkvæmdaleyfi. Og ég segi æskilegt að hafa ekki marga bardaga innan gæsalappa á leiðinni, eins og þetta hefur svolítið verið deilur og jafnvel kærumál á mörgum stigum sömu framkvæmdina. En maður hefði einhvern veginn haldið að með alla þá þekkingu og all þau tól sem að stjórnsýslan hefur og samráð og svo framvegis að þá gætum við einhvern veginn bara verið með ferli þar sem að öll gögn koma saman og það umræða og svo einhver niðurstaða og allir hlíti henni, uni henni. Það væri svona í fullkomnum heimi. En svo er það þannig að sjónarmiðin geta breyst og ég nefni þarna sem dæmi Hvalá sem var sett í nýtingarflokk, væntanlega í öðrum áfanga rammaáætlunar. Og ég man mjög vel eftir umræðunni þegar deilurnar stóðu sem hæst neðri Þjórsá að þá sögðu einhverjir alþingismenn sem voru málsmetandi að sjálfsögðu, sögðu látið neðri Þjórsá í friði, farið í Hvalá, hún í nýtingarflokki. Og ég ekki að segja þetta þeim til hnjóðs, heldur bara þetta var viðhorfið á þeim tíma en svo breytist umræðan og þroskast og núna held ég að þetta hafi bara snúist viðhorfið að flesti landsmenn myndu telja að það ætti frekar að friða Hvalá heldur en segjum bara ekki Hvammsvirkjun sem svo neðst af þessum efst að segja af þessum 3 virkjunum í neðri Þjórsá. Þannig að við þurfum að hafa einhvern mekanisma líka til að geta séð og viðurkennt mistök eða bara viðurkennt breytingu í gildismati. Og síðan kynslóðirnar að hvað sem okkur finnst okkar stjórnsýslu og vitsmuni í dag að það verður alltaf þannig að hver kynslóð tekur sínar ákvarðanir. Þannig að við erum ekki að meitla neitt í stein, við verðum að gera okkur grein fyrir því líka. Já, svo var ég með 4 punkta sem ég ætla bara að renna hratt yfir. Svona umræðupunkta umhugsunar, hvaðan fáum við orku fyrir orkuskiptin og orkuframleiðslan í samkeppnisumhverfi, þannig að það er svona pínu erfitt að vera með einhverja miðstýringu á þessu öllu saman. Stóraukin framleiðsla á hreinni raforku á Íslandi hluti af lausninni á loftslagsvanda heimsins. Ál sem ekki framleitt með hreinni orku á Íslandi, það verður framleitt með kolum í Kína, þið hafið heyrt þetta. Og það er örugglega eitthvað til í því, eða ætlum við sem að hér erum, ætlum við að hætta að fljúga með flugvélum úr áli og svo framvegis, ég held ekki. Þannig að ef við notum ál sem einhvers konar holdgerving orku eftirspurnar í heiminum, að þá það er erfitt að komast hjá því að heimurinn þarf meiri og meiri orku og hann vil hreina orku. Og þetta er held ég áleitnasta spurningin sem að náttúruverndarfólk á Íslandi stendur frammi fyrir. Allt í einu eiga ekki samleið endilega, náttúruverndarsinnar á Íslandi og svo þeir sem vilja leysa loftslagsvanda heimsins. Verður aukið ákall rafstreng til Bretlands í ljósi ófriðar í Úkraínu. Sama umræða ábyggilega eins og var fyrir 5-6 árum þegar Bretar og fleiri vöknuðu upp við vilja ekki vera háðir Pútín.
Og svo einn punktur svona fyrir naflaskoðun fyrir mig og minn geira. Ef það væri engir umhverfissinnar myndu orkufyrirtækin virkja allt. Og svar mitt eiginlega hreinskilni bara já, ég held að myndi enda með því. Það virkja meira og meira því að það endalaus eftirspurn og það sko, eftir því sem orkuverðið hækkar þá bara verða fleiri og fleiri valkostir, hagkvæmir og freistandi sko. Þannig að, og eins og þið þekkið frá því á síðustu öld sko, voru til teikningar að virkjun Gullfoss og Laxár í Aðaldal og Vatnsdalsár í Húnaþingi og svo framvegis sko. Þetta var Hofsá í Vopnafirði. Þannig að sko, landið þarf á ykkur að halda og bara vinsamlegast haldið áfram að standa vaktina. Takk. Þakka þér fyrir, Andri. Fundarstjórinn náttúrulega hljóp á sig strax hér í upphafi. Ég hefði auðvitað átt að útskýra fyrir ykkur hvernig þetta málþing byggt upp og ég bara geri það þá núna. En þetta þannig byggt upp að það eru tvö svona stærri erindi sem við erum búin að fá að heyra og síðan 3 erindi sem að fylgja þar á eftir, cirka 5 mínútur hvert. Síðan fáum við stutt kaffihlé, svo fáum við aftur 2 svona lengri erindi og aftur erindi og að lokum verður pallborð. Og þeir Þórgnýr og Andri sem eru þegar búnir að tala, þeir verða í pallborðinu auk Tryggva Felixsonar og Þórhildar Fjólu Kristjánsdóttur sem að verða með þessi lengri erindi á eftir. Einhver ykkar eru væntanlega með dagskrána, þannig að þið sjáu hvernig þetta lítur út. En þetta hefði ég átt að útskýra fyrir ykkur strax, en vonandi kemur það ekki að sök. Nú, við ætlum þá að vinda okkur í fyrsta svona klasa erinda. Þar ætlaði að tala fyrst Guðrún Tryggvadóttir sem bóndi í Svartarkoti í Bárðardal. Hún ætlaði að tala Skjálfandafljót en hún getur því miður ekki verið hér. Aðeins meira Guðrúnu áður en ég segi ykkur af hverju hún getur ekki verið hérna. Guðrún fyrrverandi formaður Bændasamtaka Íslands, við munum eftir henni síðan þá. Hún hefur langt skeið rekið þjóðlega kennslusetrið Svartárkot, menning náttúra í Svartárkoti. Og þá það af hverju Guðrún gat ekki komið hingað í eigin persónu en hún veðurteppt í Reykjavík. Hún var að fylgja syni sínum honum Tryggva Snæ Hlynasyni, þar sem hann fór fremstur í flokki í sigri íslenska landsliðsins í körfubolta í gegn gríðarsterku landsliði Ítalíu, svo kannski flest ykkar vita. Ég verð að koma því að sko Hlyni pabbi Tryggva sem sé úr Svarfaðardal. En við hljótum að fyrirgefa Guðrún og þetta og í staðinn að þá ætlar hún Harpa að lesa texta. Nei, fyrirgeðu. Guðrún mætt á skjáin, já. Og við fáum myndband. Þannig að Guðrún kemur sínum skilaboðum á framfæri. Gerið svo vel. Skjálfandafljót löngu orðið þekkt fyrir stórbrotna náttúru, hvort sem ræðir í byggð eða upp á hálendinu, þar sem það rennur víðerni norðursins. En ekki síður fyrir stórkostlega fossa eins og Goðafoss, Aldeyjarfoss og Hrafnabrekkafossa. Skjálfandafljót 4. lengsta vatnsfall á Íslandi, 178 km að lengd. Það á upptök sín í Vonarskarði milli Vatnajökuls og Túnafellsjökuls og rennur í fossum, flúðum og lygnum til sjávar í Skjálfanda í sínu náttúrulega umhverfi eins og það hefur gert frá upphafi, að mestu óáreitt. Fyrir utan þessi þekktu aðdráttaröfl má ekki gleyma því að þarna mikilvægar náttúruauðlindir að ræða og verðmæti þeirra felast í að eiga þar áfram sem mest ósnortnar. Þetta snýst alls ekki að vera sem fyrstur að virkja allar auðlindir. Það liggi ekki fyrir skemmdum óvirkjaðar. Ég fór með vísindamönnum úr einu af fagráðunum sem störfuðu við rammaáætlun 3 sem nú verður til umræðu á Alþingi suður með Skjálfandafljóti. Þarna var mikil fagleg og vísindaleg vinna lögð í að leggja mat á vatnsföll með tilliti til orkunýtingar og verndunar og áhrifa þeirra á umhverfi og samfélag. Fjöldi fagaðila koma því að skoða vistkerfi, lífríki, landslagsheildir og samfélagsleg áhrif
og niðurstaðan var að Skjálfandafljót var metið með mjög hátt verndargildi og í verndarflokki í drögum að rammaáætlun. Verndun Skjálfandafljóts til framtíðar í rammaáætlun er því í takt við afstöðu sveitarfélagsins Þingeyjarsveitar, en í aðalskipulagi segir að sveitarfélagið sé á móti hugmyndum að virkja Skjálfandafljót. Þingeyjarsveit friðlýsti Goðafoss árið 2020. Helsta hættan er að framkvæmdaraðilar kaupi upp jarðir og setja á stað minni virkjanir. Þær eru ekki innan rammaáætlunar og fá því ekki endilega faglega umræðu á eins víðtæku sviði. Þegar rammaáætlun hefur verið unnin á faglegan hátt er mikilvægt að þær niðurstöður séu nýttar og það sé í raun og veru horft til þeirra við ákvarðanatöku alla virkjunarkosti í vatnsfallinu. Það er verulega umhugsunarvert að í rammaáætlun sé ekki tekið á virkjunarkostum sem eru rétt undir 10 megavöttum, en aðstæður bjóðu gjarnan upp á að hægt sé að framleiða mun meira rafmagn. Þessar virkjanir engar smávirkjanir. Þarna er í raun fjallabaksleið til að virkja jafnvel vatnsföll í verndarflokki og inn á samráðsgátt eru drög að frumvarp stækkunarmöguleika þessara virkjana. Það eru mörg mismunandi sjónarhorn á nýtingu auðlinda, en nýting þarf ekki endilega að vera virkjun. Hún getur líka falið það í sér að halda vatnsfallinu óbreyttu. Umræða virkjanir og nýtingu vatnsfalla er samfélagslega erfið og oftar en ekki verður hún persónuleg og nær ekki verða málefnaleg. Hún á til að kljúfa samfélag og skapa sundrung meðal íbúa. Frá mínu sjónarhorni felast margvíslegar auðlindir í Skjálfandafljóti og umhverfi þess sem á nýta án þess að fljótinu sé á nokkurn má raska. Náttúruferðamennska, jarðferðamennska, almenn útivist, vetrarferðamennska, menntaferðaþjónusta, veiðar og svo mætti áfram telja. Gegnum árin höfum við farið með ófáa hópa, bæði göngufólk, háskólanema og vísindafólk svæðið. Skjálfandafljótið spilar það stórt hlutverk, hvort sem gengið meðfram því eða sagðar sögur útilegumenn, tröll eða gánamenn við dynjandi undirleik fossanna, þá hrífur það áhörundur og býr til kynkimagnaða stemmingu. Ég ásamt mörgum öðrum sem ég þekki hafa einnig unnið að því að ferðast með fljótinu sem á köflum líkt og hljóðlátt en á öðrum stöðum kraftmikið og ólgandi. Síbreytilegt eftir árstíðum. Það er sama hversu oft ég fer með því, ég verð alltaf heilluð af fjölbreytileika þess og orku. Það er eitt sem ég held að gleymi stundum í umræðinni og margir hugsa ekki út í. Hvað við erum lánsöm og hvaða verðmæti okkur hafa verið falin. Svona auðlind er ekki sjálfgefin. Skjálfandafljót, ein heild, í sínum náttúrulega farvegi frá upptökum að ósum og virkja. Takk fyrir. Við þökkum Guðrúnu fyrir hennar framlag og þá fáum við næst hér örerindi Jökulsárnar í Skagafirði. Álfheiður Leifsdóttir ætlaði að koma hér og fjalla þær, en COVID tók hana úr leik, þannig að nú er röðin komið að Hörpu Bjarkardóttur sem ætlar að koma hér í stað Álfhildar. Gerðu svo vel, Harpa. Já, það gat verið að COVID náði í skottið á okkur. Ég ætlaði að lesa upp texta af nýútkomnu og glæsilegu náttúrukorti, en ég er hérna með aðeins nákvæmari texta sem ég langar til að fá að vitna í. Þetta er blaðagrein frá því í gær á Kjarnanum. Úr Skagafirði berast sem sagt þær fréttir að byggðaráð Skagafjarðar vill að Alþingi færi 4 virkjunarkosti í verndarflokki í biðflokk í Jökulsánum í Skagafirði og á vatnasvæði Héraðsvatna líka. Þetta eru stórar fréttir. Þetta eru meðal annars Skatastaðavirkjanir C og D og Villingastaðavirkjun sem reyndar í biðflokki. Ég kann ekki alveg að fara með það nákvæmlega hvaða kostir þetta eru, en þessir virkjunarkostir þeir eru á svæði sem er óbyggt víðerni samkvæmt lagalegri skilgreiningu og virkjunarsvæðinu myndi hafa í för með sér umtalsverk rask á hálendi, svo og á sífrera rústum og fleiri fyrirbærum sem að Íslendingar bera alþjóðlega ábyrgð á. Virkjun myndi slíta sundur vistkerfi og samfélag lífvera,
hafa mikil neikvæð áhrif á vistgerðir með verulegt verndargildi samkvæmt náttúruverndarlögum og valda mikilli röskun vegna breytinga á rennsli og framburði, sérstaklega á flæði engjum sem hafa mikið vistfræðilegt gildi og eru þær umfangsmestu á landinu. Þá gætu framkvæmdirnar spillt stórum minjaheildum í Austur- og Vesturdal frá árunum 870 til 1400 sem jafnvel eru einstakar á heimsvísu. Einnig yrði mikil skerðing á sjónrænni fjölbreytni og á fágætum landslagsgerðum. Í niðurstöðum annars faghóps kemur fram að jökulsárnar í Skagafirði séu bestu ár á landinu og jafnvel í Evrópu til flúðasiglinga og að Jökulsá eystri sé svo eina á landinu þar sem hægt að fara í 2 daga siglingu. Árnar eru því mjög mikilvægar fyrir ferðaþjónustu bæði á landsvísu og í héraði. Og virkjun þessara vatnsfalla myndi því í raun hafa meiri áhrif en meðaltal áhrifa einhverja faghópsins gefur til kynna. Þannig að þetta eru fréttirnar úr Skagafirði með örlítilli, þetta var sérstakt myndband, í raun og veru af héraðsvötnunum, en vatnasvið þeirra fékk held ég hæsta verðmæta mat allra landsvæða sem fjallað var af faghópi 3. áfanga rammaáætlunar. Þannig að þetta eru nokkuð stórar fréttir úr Skagafirði þykir mér. Annars var það Álfhildur Leifsdóttir úr Skagafirði og hún bara bað fyrir kveðju á málþingið. Takk. Við sendum batakveðjur til Álfhildar Leifsdóttur og þökkum fyrir þetta framlag, Harpa. Og þá erum við komin að 3. örerindinu sem Þjórsárver og ef ég hef skilið rétt þá næsta erindi á Súmi og það Sigþrúður Jónsdóttir sem að kemur þar fram. Það komið? Já. Sjá hvort hún kemur á stað. Þetta svo spennandi alltaf eitthvað nýtt. Já, komið sæl, Sigþrúður heiti ég og tala við ykkur úr Gnúpverjahreppi sunnan Jökla og ég ætla að fara ég er sem sagt náttúrufræðingur og formaður vina Þjórsárvera og ég ætla að fara með ykkur í stutt ferðalag Þjórsárver og stikla þar á stóru vegna þess að Þjórsárver tæki lengri tíma en 5 til 8 mínútur að segja frá þeim. En Þjórsárver eru sem sagt fyrir sunnan Hofsjökul og eru hérna dálítið stórt svæði sunnan jökulsins og bakgrunnur þeirra Hofsjökull með sínum fallegu skriðjöklum og bæði í austri og vestri eru eyðisandar og reyndar svolítið eyðisandur í suðri líka. Og á þessari mynd sjáum við útlínur friðlandsins sem þar en stór hluti Þjórsárvera friðland. Hér sjáum við Hjartarfell sem eiginlega hjarta landsins, Múlajökul og toppinn á Arnarfelli. Og hér lýsing á Þjórsárverum úr náttúruverndaráætlun þar sem segir að þarna sé stórbrotið landslag, fjalllendi, jökull, votlendi, áreyrar, fjölbreyttar búsvæðagerðir, mýrar, flár, flæðengi, vötn, tjarnir og sífreri á hálendi, allt upp í 1100 metra hæð sem áreindar við gróður en ekki sífrera. Þjórsárver eru einstakt vistkerfi á heimsvísu, enda afar tegundaríkt og eitt helsta varpland heiðargesar í heiminum. Þjórsárver eru ein stærsta og jafnframt ein einangraðasta gróðuvinn á miðhálendi Íslands, afar fjölbreytt gróðursamfélag. Þjórsárver eru sem sagt tegundaauðasta svæði hálendisins og það líka stærsta og fjölbreyttasta gróðuvinn á miðhálendi Íslands. Þar einnig að finna fjölbreyttustu freðmýri landsins og Þjórsárver eru alþjóðlega mikilvægt votlendi og í Ramsar-samningnum. Skráðar tegundir í Þjórsárver eru margar. Þar hafa fundist 183 háplöntutegundir, yfir 200 tegundir á mosum, 148 fléttutegundir, 56 sveppir og fuglategundir eru þar skráðar 45 og þar að veru svona 22 til 27 fuglategundir sem verpa.
og smádýr sem hafa fundist í Þjórsárverum eru á 300. Í Þjórsárverum getum við fundið víðáttumiklar víðiheiðar og myndin hér efst til vinstri þar sjáum við bakgjörðina á Þjórsárverum þar sem að jökullinn skríður fram milli fella, Hjartarfell hér í miðjunni og Arnarfell til hægri. Það eru líka víðáttumikil votlendi, starengi og freðmýrarúlftir sem eru orðnar fágætar. En allt þetta dugði þó ekki til að menn áttu þessu á mikilvægi einstaks vistkerfis og heimsvísu á sínum tíma og það stóð til að sökkva þeim. Árið 1970 var sem sagt uppi áformum það að byggja 200 ferkílómetra lón í Þjórsárverum sem var kallað Eyjavatn og það hefði sökkt obbanum á Þjórsárverum og öllu því landi sem var fyrir neðan 593 metra hæð. Síðan voru þessar hugmyndir að þroskast og þróast og lónið var svona minna með árunum og seinna var þetta kallað Norðlingaölduveita og nú þetta eiginlega kallað Kjalölduveita sem eiginlega bara ný útfærsla á Norðlingaölduveitu og núna í rammaáætlun reyndar í verndarflokki. En það var nú þannig að Þjórsárver voru ekki munaðarlaus vegna þess að vesturhlutin þeirra og stærstu gróðurlendin eru afriti Gnúpverja og þar fóru fjallmenn á hverju sumri Gnúpverjar að leita sauðfjár og þeir þekktu töfra verana og voru nú ekki aldeilis á þeim buxunum að láta þetta þegjandi og hljóðalaust í gegn. En það þannig með Þjórsárver að þar var sauðfjárbeit en aldrei mikil þannig að þetta eitt af örfáum víðáttumiklu svæðum á landinu sem ber ekki merki langrar og þungrar sauðfjárbeitar. Og myndin hér niðri af kofanum við Bólstað sem sem sagt gamall leitarmannakofi og stendur á bökkum Þjórsár og náttúrulega orðin að fornminjum. Ein af örfáum mannvistarleifum sem á þessu svæði. En sem sagt Gnúpverjar héldu fund 17. mars 1972 fyrir 50 árum og mótmæltu harðlega öllum áformum lón í Þjórsárverum. Og þetta var, með þessum fundi þá kom hik á mannskapinn og þetta var upphafið af áratugabaráttu fyrir verndun Þjórsárvera. Það leiddi þó til þess síðan meir að það var hluti verana var friðlýstur árið 1981 í fyrsta sinn og með langri og strangri baráttu árana þá tókst að stækka þetta friðland 2017 og við sem þar höfum komið að málum og kynnt okkur þetta mjög vel, við vildum reyndar að friðlýsingin væri mun stærri og næði niður með Þjórsá og tæki þar með alla fallegu og stórkostlegu fossuna sem í ánni á þessu svæði eins og til dæmis Dýng, en þeir eru reyndar fleiri, þessir fossar. Nú, að ganga Þjórsárver stórkostleg upplifun og hér eru fáeinar myndir úr slíkum ferðalögum. Þarna verið að klífa Arnarfell sem afar bratt en Arnarfell nú kannski hjartað í Þjórsárverum á vissan hátt. Það sem gerir ferðir þarna krefjandi eru jökulárnar sem þarf að vaða en það eru nokkrar og allmiklar. Það eru líka svolítið skemmtilegt að segja frá því að þannig í Þjórsárverum má finna gæsaréttir sem eru fornminjar. Það var farið að tína gæsafjaðrir aðalega svo hægt verið að skrifa í Skálholti og þá voru gæsina reknar í svona réttir og þetta var aflagt á 17. öld eftir því sem menn komast næst. En upp á Arnarfelli stórkostlegt útsýni og ef þið sjáið þarna yfir á Múlajökul þá hefur hann hopað verulega síðustu áratugina og árnar hafa breytt sér. Þetta Arnarfell séðu austri og þar það lítt gróið. Hér til hægri sjáið þið Rótarjökul sem hefur hopað gríðarlega mikið og ef þið rýnið í myndina þá sjáið þið hvar hann hefur farið á sínum tíma en hann stöðugt að minnka. Sunnanvert Arnarfell hins vegar afar vel gróið og þar nær gróður upp í 1100 metra hæð. Og ég lík þá máli mínu á það að sýna mynd sem tekin við rætur Arnarfells og sýnir þar gróskumikla brekkur. Og síðan þakka ég fyrir en áður en ég sleppi orðinu þá langar mig að gefnu tilefni
að senda ykkur þau skilaboð að við sem búum hér við bakka Þjórsár erum ekki aldeilis á því að virka í neðri hluta Þjórsár og það hefur ekkert með Hvalárvirkjun að gera og við munum halda áfram að berjast fyrir sveitin okkar hér syðra. Þakka ykkur fyrir. Jæja, gott fólk, þá fyrri hluta málþings lokið og nú gefum við svona korters kaffihlé. Það eru veitingar á borði hérna, þetta hliðar í salnum og við gerum þetta bara snaggarlega því að ég gerir ráð fyrir því að á eftir í pallborðinu sem við ætlum að reyna að byrja ekki seinna en klukkan 16 að þar verðum nóg að tala. En sem sé örstutt kaffihlé. Gerið svo vel.
Bið ykkur sem eigið eftir að tala, taka tillit til þess og við getum byrjað með pallborðið svona klukkan 4. En nú fáum við 2 sem við kallum lengri erindi. Fyrstur kemur hér Tryggvi Felixson sem formaður Landverndar, en hann ætlar að tala sýn náttúruverndarmannsins á stjórnsýslu. Tryggvi, gerð svo vel. Komið sæl. Ég ætlaði að koma svona stjórnsýslunni líka í gegnum rammaáætlun sem skiptir afar miklu máli og samt langaði mig örlítið svona í upphafi til þess að vekja athygli. Ég hef gert það núna undanfarið hér að tala á Páli Skúlasyni, það sem hann sagði svona tengsl okkar við náttúruna. Og að hans mati þá hefur orðið eitthvað rof á milli okkar mannana og náttúrunar. Við erum farin að nálgast hana eins og sé eingöngu til þess að þjóna okkar sókn í meiri efnislega velsæld. Og að hans mati þá hefur þetta leitt okkur í ógöngur. Og hluta þessum ógöngum eru loftslagsbreytingar. Og þá held ég að sé mjög hættuleg afstæða að segja að við ætlum að lagfæra loftslagsbreytingarna með að ganga enn nærri náttúrunni. Þess vegna hefum við hjá Landvernd sagt loftslagsvernd og náttúruvernd verður að haldast í hendur. Og þess vegna er rammaáætlun rétta tækið. Við getum gert það með þeim hætti. Við erum búin að fjalla þetta og búin að fá hreint ágætis erindi og kynningu sem gerir mér lífið svolítið léttara og kannski get ég verið stuttorðari fyrir vikið. En stundum er gott að líta tilbaka hvers vegna kom rammaáætlun á sínu tíma. Hún kom svolítið fram á síðasta áratug síðustu aldar vegna þess að þá voru erfið átök, Blönduvirkjun var líka átök. Og hún er líka vísað til Noregs þar sem menn notuðu svona einhvern svipatæki. En mér finnst merkilegt að minnast þess að í mörg ár lagði Hjörleifur Guttormsson fram tillögu í Alþingi sem að hann, eins og margt annað, hann gaf sig ekki, kom aftur og aftur og hann fekk tillögu samþykkt. En takið eftir, þessi felur ríkisstjórninni áætlun verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða. Sem sagt, hann nálgast málið vernduna megin. Á því svolítið munur. Svo gerist það að Ísland sendir forsetann sinn og forsætisráðherra og nýjan umhverfisráðherra til Rio de Janeiro 1992. Og þau koma heim alveg upp veðruð, búin að lesa skýrslu Brundtland sjálfbæra þróun sem hún sendi frá sér 1987 og það er ákveðið í ríkisstjórn að búa til framkvæmdaáætlun. Og þá muna menn kannski eftir þessari þingsályktun sem ekki var farið eftir og það er ákveðið að búa til áætlun. Þetta er eiginlega þegar rammaáætlun er að komast á koppinn. Hún kemur sem sagt utan frá líka, straumar frá Ríó. Á þessu ári er 50 ára afmæli Stokkhólmsráðstefnunnar, haldin hátíðleg í Stokkhólmi, en það var fyrsta alþjóðlega ráðstefnan og nú að halda upp á hana 50 árum síðar. En Landvernd, að því ég nú formaður Landverndar, þá er ég aðeins svona að halda samtökunum á lofti. Við komum þarna inn á milli. Áður en rammaáætlun kom á,
það var Jón Helgason formaður Landverndar og hann setti í gang svona vinnuhópa þessi hugmyndafræði og prófaði hana. Ég man að ég kom á einn af þessum fundum þar sem var verið að kynna niðurstöður eins af vinnuhópunum. Þannig að Landvernd var svolítið að leggja drög á þessu og vann talsvert að fyrstu rammaáætlun sem reyndar byggir ekki á neinum lögum, heldur bara svona ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Og svo koma þessi markmið sem við erum búin að fá ágætlega lýst hér áður og takið eftir því, þetta er nýting landsvæða. Og þá er það náttúrulega spurning, hvað meinum við með nýtingu? Við hjá Landsmuseum náttúruvernd eða verndun svæða er líka nýting, bara annað form. En margir leggja allt annað í nýtingu. Nýtingu er fyrst og fremst þetta að ná í orkuna. Og þetta fórum við vel í gegnum áðan, hvernig, og takið eftir í þessum lögum, þá kemur orðið faglegt, aftur og aftur og aftur. Við ætlum að vinna faglega. Og við ætlum að byggja á niðurstöðum faghópa. Og í faghópunum einhvað af okkar hæfasta fólki til þess að meta þessi mismunandi atriði og það var komið inn á að sumt er erfiðara metri en annað. Og menn hafa verið að leita að aðferðafræðinni. Hópur 1 og 2, þeim hefur gengið þokkalega að þróa sína aðferðafræði, en 3 ekki eins vel og 4, menn geta sumir segja að hann er algjörlega óþörfur. Því að ef menn fara að virka þá ljótar að gera það vegna þess að það eru efnahagslega forsendur fyrir því, en sumir vilja hafa það líka inni vegna þess að það stendur í lögunum, en kannski þarf bara að stroka orðið út í lögunum. En við erum vonandi ekki svo vitlaus á Íslandi ef við förum að virka, ef það er ekki bara eyðileggja náttúruna, heldur líka efnahagslegt tjón í þessu raunhagkerfi okkar. Svo ætla ég bara að draga saman frá mínu sjónarhorni það sem rammaáætlun gerir, og þau eru að koma þetta vel félagarnir þarna, þetta er þessi yfirsýn sem við fáum. Við förum frá þessu þegar allt í einu ætlar einhver að virkja Eyjabakkana. Svo myndast mikið mótmæli og þá breyta mönnum stefnu og fara í Kárahnjúkavirkjun og hoppa svona milli og höfum enga yfirsýn. Kárahnjúkavirkjun kolféll þegar hún var testprófuð í rammaáætlun, hún kolféll. Hefði rammaáætlun verið komin þegar Hjörleifur vildi komin á, þá hefði Kárahnjúkavirkjun sennilega ekki orðið til, ger ég ráð fyrir. Þannig að yfirsýn er mjög mikilvæg. Og hingað til hafa 170 virkjanahugmyndir komist á dagskrá rammaáætlun 1, 2, 3, 4 og nú 5. Og svo er það sem við nefndum hérna, það er samanburður. Við erum að reyna að sjá sumir vilja einfalda þetta ennþá setja á 1 ás eða sem sagt í svona 4 hliða töflu. Einföldum. Ég hef séð þetta áður hjá Sveinbirni Björnssyni þegar hann var að kynna þetta, hann var hérna formaður númer 1 ef maður rétt, hann var svona reyna að nálgast þetta líka svona til að skýra þetta út og það má eflaust ræða þessa nálgun og einfalda það. En það er þessi samanburður sem er svo mikilvægur, samanburður á verndargjöldum. Og svo hefur orðið til svakalega mikil þekking á náttúru landsins í gegnum þessi ferli. Faghópunir fá einhvað fé til rannsókna, er að draga saman rannsóknum. Við afla mikillar þekkingar á leiðinni. Og svo komum við aftur þessu fagleg röðun mikilvæg og þetta á allt að stuðla upplýstri umræðu. Og hluta þessari upplýstri umræðu er náttúrulega alltaf þessi spurning, hversu mikla orku þurfi til þess að lifa sæmilega á Íslandi? Er aldrei komið nóg? Allavega að spyrja sumir. Er ekki komið nóg? Við eigum nóg? Förum bara betur með það. Það er allavega sjónarmið sem hægt að færa góð rök fyrir. Og við getum ekki bjargað heiminum í orkumálum. Við erum lítill þess. Ef að Ísland gæti bjargað orkubúskap Evrópu, þá væri það kannski horfið málið öðruvísi við. En gallarnir, það er svolítið, ef við lítum orðið nýtingu sem virkjanir, þá er hún full virkjanamiðuð. Hjörleifur nálgaðist að mínu mati og réttari hátt. Í öðru lagi, 10 megavættareglun sem Guðrún minntist á, hún er afleitt regla. Það þarf að hafa ykkur önnur viðmið en stærðina. Finna út úr því. Auðvitað ekki hægt að vera eldast minnstu virkjanir en það þarf að hafa ykkur öðru. Svo er þessi óvissa vindorkuver.
sem við erum búin að heyra við þurfum að ná því niður á jörðina. Það eru umtalsverð áhrif af vindorkuverum. Þau eru aðeins önnur, en þeir fara yfir votlendi, þeir spilla fuglum, valda fugladauða og ýmislegt fleira. Og svo er þess að sem þú segir, lítið samfélag vill ekki hafa það við hliðina á sér, en stóra samfélagið sem sér ekki vindmylluna vill gjarnan fá orkuna. Þetta erfið átakamál. Ég má vist ekki fara að tala mikið, ég ætla að flýta mér. En mér langaði að segja reynslusögu frá Danmörku, þeir eru mikla reynslu af vindmyllum, ég hef kannski gert það seinna. Hérna leyfði ég mér að breyta tilgangjum og lögunum, svona í meiri anda Hjörleifs Guttormssonar. Og þá það markmið laga þess að vernda náttúruverðmætt landsvæði þar sem að finna áform virkjanir, snúið svo við. Þannig að ef ég væri þingmaður myndi ég leggja fram tillögu þessa efnis, að verkefnisstjórn fengi þetta umboð. Auðvitað, ef þú leggur náttúruvernd og nýtingu sem sama sem merkið eitt form nýtingar, þá merkið ekki svo sama. Og svo vil ég minnast þetta sem að fórhundar vel yfir núna áðan. Nýtingaflokkur ekki ávísun á virkjun. Það bara vísbending að sé kostur sem að skynsamlegra að skoða heldur kost sem að ekki fæst í nýtingaflokk. Og það óvissa í matinu og við erum sífellt að fá meiri þekkingu, meðal annars í gegnum vinnu faghópana, ný viðhorf, allt í einu hálendisþjóðgarður og eitthvað fleira sem kom inn. Og þegar við komum í mat á umhverfisáhrifum, þá miklu meira gagnasafn og upplýsingar til staðar. Og þá líka þurfa þessi samfélagslegu áhrif líka að koma inn. Og þá náttúrulega nærsamfélagið komið inn með framkvæmdaleyfi og svo framvegis og framvegis. Og þá verðum við að hafa það í huga að mat getur breytt niðurstöðu rammaáætlunar. Og ég held að það var til og með skýr niðurstaða í Hvalárvirkjun að matið breytti þeirri niðurstöðu. Og þá erum við komin að þessu sem eiginlega erfiðast fyrir okkur sem að höfum það viðfangsefni að tala fyrir náttúruvernd og ánægður að jafnvel þeir sem í fararbroddi mikilvægra orkufyrirtækja finnst það skipta á máli. Að þegar álit skipulagsstefnu kemur, þá segir í lögum að í framkvæmdalegu umræðu þá að leggja það til grundvallar. Og það atriði sem við erum sífellt að takast á við, vegna þess að það aldrei lagt til, þau erum svo ótal mörg dæmi þess að það ekki lagt til grundvallar. Það lagt til hliðar. Og það munur á því að leggja einhvað til grundvallar eða leggja til hliðar eða hafa til hliðsjónar. Og þetta atriði sem við hjá landinu erum að reyna að fá breytt, meðal annars með samskiptum við alþjóðastofnanir, vegna þess að þetta kann að vera brot á okkar þjóðréttarlegu skuldbindingum. Auður gæti nú sagt okkur meira frá því. Ég hef þá trú að yfirsýn og þekkingaröflun efli náttúruvernd. En gildismati skiptir líka máli. Það sem að Páll Skúlason sagði, það skiptir líka máli. Að við skynjum þetta, að náttúran ekki okkar. Að vissulega þurfum við og búin að koma okkur vel fyrir þessu landi á 1200 árum. Við búum vel á Íslandi. Búum við mikilli raforku. Hvenær nóg? Og hérna frammi þessi sýning, enginn veit hvað áttu við fyrir mist hefur. Og það einmitt rammaáætlun og matsferlið sem á að reyna að koma í veg fyrir það. Að við áttum ekki á því hvað við mist þegar við erum búin að missa það. Takk fyrir. Takk fyrir Tryggvi. Og þá hér komið að næsta ræðumanni eða frumalanda sem Þórhildur Fjóla, sem ætlar að tala um orkusparnað, en hún verkfræðingur og vinnur hjá Eflu. Gjörðu svo vel. Já, æðislegt að vera hérna.
rosalega takk Sunn og takk Landvernd fyrir að skipuleggja þetta. Ég búin að fræðast bara sjálf rosalega mikið í dag og takk fyrir að bjóða mér. Ég hugsa ég fekk svolítið ekkert svo rosalega skýran ramma fyrir erindi í dag. Þannig að talandi ramma, þá var minn svolítið óskýr og ég ætla bara að leyfa mér að nýta þennan opna ramma sem ég fekk. En ég hef bara sjálf verið fór svolítið inn í orkumálin á því að var að hugsa sólarorku þegar ég var að læra og svo lærði maður alltaf meira og meira hvernig erum við að nota þessu orku. Þannig orkusparnaður og orkunýtni fór svona að verða mest áhugamáli hjá mér. Þannig í dag ætla ég aðeins að fjalla sjálfbær orkunotkun og mér finnst þetta mjög áhugavert af því það svona vera að benda á okkur, erum við ekki til í að vera með að leysa þennan áreiðandi loftslagsvanda? Jú, svo sannarlega, en það er ekki bara það að virkja meira sem leysir loftslagsvanda. Það eru svo rosalega fjölbreytt áskorun og við erum að mörgu leyti áður en ég bara fer áfram við erum að gera okkar í því. Við erum með alveg gríðarlega mikið álframleiðslu í þessu landi og við erum búin að skila helling í þeim málaflokki. En eins og Tryggvi sagði, hvenær er nóg? Það verður náttúrulega aldrei nóg. Af því að fyrst við getum alveg alltaf bættið okkur eitthvað í neyslu. En þegar maður að tala orkunotkun, ég nota stundum orðið orkunýtni, bætt orkunýtni, þá fæ ég rosalega oft svona rauðan skrift undir orðið. Það er eins og orðabókin þekkir ekkert rosalega vel. En energy efficiency, sem svona mantra í allri umræðu loftslagsmál, þetta er bara algjörlega alfa og omega. Það er ekki hægt að fara í orkuskipti nema að hugsa bætta orkunýtni sem forsendu. Þannig að orkunýtni, orkusparnaður, orkuendurvinnsla, orkustýring, allt þetta þarf að koma fyrst áður maður alltaf fara að hugsa að framleiða meira. En mér finnst einhvern veginn við sem að hugsa framleiðum meira, og hvað ætlum við síðan að fara að nota þetta? Það vill einhver gagnaver, svo þurfum við eitthvað í orkus, já, svo þurfum við bara allt meira. En við þurfum að hugsa hvernig við erum að nota þetta í miklu stærra, miklu meira umfangi, miklu betri umræðu það. Og þetta á bara að vera númer 1. Hvernig ætlum við að nýta þessu orku? Þannig energy efficiency, allir sem þekkja þessu umræðu erlendis vita náttúrulega þetta er allt í gangi. Bara þessi herra maður IEA stendur fyrir International Energy Agency sem hefur oft verið talið frekar konservatíft. En þetta er rauninni svona svipað þegar ég var að vinna hjá Náttúruverndarsamtökum Noregs, þá byggum við til skýrslu stærsta orkuver Noregs og það var einfaldlega orkusparnaður. Við reiknum út hvernig við gátum sparað 15 teravattíma í orkusparnaði. Og það er svona næstu jafn mikil orkuframleiðsla á Íslandi í dag, en þetta er bara málið. Þetta vita náttúrulega allir. Þegar maður horfir á per capita framleiðsluna, þá er Ísland náttúrulega algerri sérstöðu á heimsvísu, algerri sérstöðu. Og Noregur náttúrulega að flytja út orku og þeir eru líka í algerri sérstöðu. Þeir eru með eitthvað kringum 150 teravattstundir af rafmagni sem eru að framleiða. En í dag eru þeir að nota 60 teravattstundir, næstu helminginn af því í byggingarnar sína til upphitun með einföldu gleri. Þannig að það er alls konar varðandi orkunotkunna sem er bara ekki sjálfbær. Og við vitum í hvað er okkar, hún er aðeins að hlaupa, í hvað er okkar orka að fara. Þetta erum náttúrulega búin að ræða oft og við erum búin að sjá þessu umræðu koma. Við erum að eyða langmestri orkun í álframleiðsluna. Þannig við erum að skila okkar til loftslagsmála heimsvísu ef út í það farið. En við erum líka, það er einhver orka sem stundum, þetta er einhver svona sveigjanleg orka sem fer í gagnaverin, en við þurfum að móta okkur stefnu þarna líka. Af því þarna er rosalega mikil gullgrafar æði í gangi, meira. Og heimilin okkar að nota lítið og veit að Landvernd búin að tala það að við eigum auðvitað að vera með forgangsorku fyrir heimilin okkar og upphitun í landinu. Það var náttúrulega sem var að gerast á Vestfjörðum daginn, það var stórskrítið. Ég ætla aðeins að bakka aftur. Ég ætla líka bara að sýna þetta graf sem ég sá, sem er svolítið áhugavert af því að við erum að tala, loftslagsvandinn er ekki vandi Íslands, þetta er alheimsvandi og ef allir ætla að fara okkar leið í loftslagsmálum að bara virka, orkuskipti út í hvað? Ef við horfum að þetta er iðnaður, svona orka fyrir heimilin og samgöngur og svo svona fyrir atvinnusköpun og svona þjónustudæmi,
norrænu þjóðir að nýta langmesta orku. Og það alveg gaman að segja frá því að því að ef maður horfar á hana stuðul, hversu hátt við erum búin að þróa, hvernig þetta GDP, eða hvernig, já, og við vorum alltaf sem Noregur alltaf á toppnum, en þegar við fórum að taka umhverfismálin inn í þetta, þá kom náttúrulega bara fram að við erum að lækka rosalega þegar sjálfbærni þátturinn er komin inn í þetta. Og neyslan á Norðurlöndum gríðarlega mikið þó sem mjög gott og stöðugt velferðarkerfi. Þannig það lækkum við mjög mikið og við viljum ekki að allur heimurinn getur ekki farið norrænu leiðina, það bara ekki hægt. Ég veit að ég ætla ekki að fara að ræða þetta mikið, ég átti bara þessi olíunotkun sem við erum að tala að skipta, hún náttúrulega gríðarlega mikil í samgöngum og þar ekki bara orkuskipti sem alternatífi sem ég kem inn á aðeins seinna. Það fullt af öðrum leiðum en einkabíllinn til þess að spara orku og fara í orkuskipti varðandi samgöngur. Eins og ég að tala orkusparnað, erum að tala bætta orkunýtingu í stóriðju og ég flakka nú bara aðeins þá, af því að í samningum eins og ég þekki, ég ekki að vinna hjá Landsvirkjun eða neitt þannig, en ég að spá í samkvæmt því sem ég veit að samningar Landsvirkjunar til dæmis við Elkem, þeir leyfa Elkem ekki að endurvinna varmaorku sem verður til við framleiðsluna. Elkem í Noregi fær ríkisstuðning í gegnum fyrirtæki svona stofnun sem heitir Enova til þess að styrkir fyrirtækin til þess að nýta glatvarmann til að framleiða orku aftur. Og í stærstu og flottustu verunum verið að framleiða endurnýta 28% raforkunar sem fer inn í framleiðsluna aftur. Þetta ekki gert á Íslandi og að mér kunnir Landsvirkjun ekki að leyfa það. Að hún vill ekki að vera í samkeppni allt í einu við stórnotandann sinn. Það eitthvað flækjustigi þarna sem við þurfum aðeins að skýra. Við virkja fyrst og skoða svo orkusparnaðinn. Orkusparnaður, bætt orkunýting á allsstaðar að vera í forgangi. Og svo náttúrulega bara allsstaðar í alls konar iðnaðarferlum. Ég veit náttúrulega áliðnaðurinn sá iðnaður í heimi sem vill helst spara orku. Þeir með alls konar tækninýjungar í gangi og að skoða leita allra leiða sjálfir til þess að bæta framleiðslutæknina sína. Og já, ég ætla aðeins að kemur inn á þetta aðeins eftir líka. Við erum búin að sjá Bjarna Bjarnason tala orkuskipti fyrir samgöngur, segir að þurfi ekki að virka. Og ég held að þess að ágætt auðvitað hversu mikil fólksfjölgun verður á Íslandi, hversu mikil fólksfjölgun verður, við vitum ekki allt. Við vitum ekki hvernig framtíðin nákvæmlega verður, en við vitum það að við erum með næga raforkuframleiðslu í landinu og meira þess að forstjóri Orkuveituna, stærsta orkufyrirtæki í Íslandi, segir þetta. Þannig við vitum þurfum ekki nema lítið brot af þessari raforku vegna þess líka að raforkan mjög nýtin tækni. Það energy efficient að nota raforku á bílinn í staðan fyrir bensíni. Ég sjálf svona meira sérfræðingar varðandi byggingar. Ég veit að eins og ég sýndi á glærunni áðan að þá ekki byggingarnar endilega að nota mestu orku á Íslandi og við erum náttúrulega aðalega að nýta heita vatni og rammaáætlun fer ekki alveg undir það. En bara aðeins að þetta setur þetta smá í perspektíf vegna þess að orkunýtni alltaf aðalmálið. Hún aðalmálið í hönnun húsinni, varðandi dagspurnu, rýmisnýtnina, hún hvernig við einangrum húsið, hvernig við tækin, allt þetta. Allt þetta skiptir máli og svo þú búin að draga úr eins og getur, þá fæða dimensionera orkukerfið á þakinu. Þetta bara svona, núnorkubygging, hún svolítið svona perspektífið fyrir hvernig samfélag getur líka orðið. Fyrst þarf að draga úr og svo byrja, það eitthvað pláss á þakinu. Ef þú vilt fá þessar byggingar svona, þá verður að hugsa allt. Og þetta alls ekkert peanuts. Þetta alveg rosalega mikið sem getur komið úr byggingabransunum. Það svona kringu 30% af allir orku í heiminum sem fer til bygginga. Og bara reglugerðirnar alltaf að vera betur og betur og Evrópureglugerðin og sem Noregur búið að innleiða. Við svolítið að tala kannski bara fara úr 200 kílówattstundum á fermetri niður í kannski 20. Og í dag getur maður sagt frá því að heitavatnsnotkun heimila á Íslandi kringum 300 og við erum að nota kannski svona 20-30 kílówattstundir af rafmagni. Og þetta bara svona fram og tilbaka, nú hef ég passað aðeins tímann, en það líka svolítið mikið varðandi að bæði energy efficiency og líka þessi stýring sem svona í hvernig við erum að nýta og hvar við erum að nýta. Og orkuskipti fyrir hvern? Fyrir fyrst ríkasta fólki á Íslandi, alltaf fara í orkuskipti, vera með 3 bíla, 4 hús, eða að tala um einhvern nýjan lífsstíl.
fyrst kjarnasamfélag, Reykjavíkur, deililausnir, rafmagnshjól, hlaupahjól. Við erum að tala öðruvísi samfélag. Við erum að tala sjálfbært samfélag. Það ekki bara orkuskipti að einhver sem hefur vel efnaður getur bara keypt sér Tesla og bara leyst allan loftslagsvandann. Þetta miklu fjölþættari og breiðari vandamál sem við erum að nálgast með mjög fjölbreyttum lausnum. Og annað sem ég kannski sjálf svolítið verið að vinna við, það fyrst embodied energy, það bundin orka. Af því það fer, þegar maður segir að það 1/3 kannski sem fer í samgöngurnar, 1/3 sem fer í iðnaðinn og 1/3 sem fer í byggingarnar af orkunotkun í heiminum, þá líka alveg hellingur, 10-15% af orkunni sem notuð í heiminum fer í að framleiða alls konar efni. Íslendingar eru nýbúnar að rífa niður Íslandsbanka. Þetta var byggt af, sem sagt, það hét iðnaðarbankinn og það var iðnaðurinn, þetta var stolt hús. Fórum bara með búldósuna á þetta. Það fullt af efnum í þessu húsi sem hægt að vera að hugsa þetta allt saman öðruvísi. En við hugsum þetta bara að rífa og svo nýtt. Og þetta ekki sjálfbær hugsun. Þetta rosalega flott, hún gerir bíómynd þetta, hún Anna María Bóðdóttir arkitekt. Það heitir Jarðsetning og fjallar þetta mál. Og líka, þetta aðeins komið út fyrir rammaáætlun en það bara svo gríðarlega mikil sóun. Þarna hellingur af bundinni orku. Við vitum til dæmis í dag að við erum ekki ennþá búin að skipuleggja hvernig ætlum að nýta metanið og gæju. Það fullt af alls konar lausnum þarna úti til að draga úr notkun og nýta hana skynsamar. Og að framleiða að það fullt af þessu drasli sem kannski bara einnota. Við erum að búa til orku inn í einnota bransa fyrir hvern. En við þurfum svolítið að spyrja okkur hvaða samfélag við viljum. Og þarna náttúrulega alls konar lausnir. Það náttúrulega bara rosalega gaman að sjá hvað ungakínslan hún komin langt á undan mér. Man finnst að vera eitthvað umhverfisvænni og maður búin að vera grænmetisætur og allir orðnir vegan og margir komnir í alls konar lífstíl sem miklu sjálfbæra heldur en einhvern veginn ég ólst upp við. Þannig að ég held að þarna eru svo fjölþættar lausnir í öllu þessu. Og þetta það sem ég ætlaði að koma inn á áðan varðandi samgöngunar, að það ekki endilega sniðugast að allir sjá sem eigi bíl. Og þarna erum við ekki búin að taka tillit til. Við vitum að það var að fara í 200 milljarða króna fjárfestingar í innviðauppbyggingu á Íslandi á næsta árum. 200 milljarðar, þetta alveg svakal innviðauppbygging hjá honum Sigurði Inga. Og hvað þarf ef við verum öll að nýta þessa innviði betur? Það svo mikil, við þurfum alltaf að hugsa bara meiri sjálfbærni í þéttbýlum, getum við alveg nýtt. Ég veit þá að Akureyri þar maður oftar að nota jeppa og fjórhjóladrifna bíla, en í þéttbýlisvæðum þá þurfum við ekki alltaf að vera á einkabílum. Og þetta bara mjög mikilvægt að hafa þetta í allri stefnumótun. Og við sjáum fyrir okkur losunarlaust íslenskt samfélag. Við erum ekkert endilega að hugsa bara orku, þetta svo mikið samspil. Þannig að ég held að ég hætti bara þarna, ég held ég sé búin með tíma. En þetta eitt samt svona smá gaman, það rosalega mikið búið að gerast í orkunýtni í heiminum, hvernig við mælum framleiðslu, orkueining á framleiðslu, þetta svona peningapæling og við erum að standa okkur vel. Það meiri umræða núna, glatvarmi orðið eitthvað í umræðinni, þess að frá Kröflu, við erum með varminn þar, hann næstu allir ónýttur og við erum, þetta Elkem, það eru til tæknilega lausnir og ég held að sé alltaf meiri og meiri vilji til þess að hugsa þetta allt aðeins í samhengi. En já, takk fyrir mig. Þetta voru, Þórhildur Fjóla, þetta voru massívar upplýsingar sem þú varst með. Ég hugsa að séu fleiri en ég sem sátu bara svona og hvernig get ég tekið þetta allt inn og ég gat það ekki. En mér til huggunar okkur öllum, þá mun þetta allt verða inn á Facebook síðu Landverndar. Þannig við getum farið þangað, hlustað aftur og reynt þá að meðtaka meira af þessum mikilvægu upplýsingum sem hér voru settar fram. Bestu þakkir. Nú, þá þurfum við að drífa okkur í örerindin sem við eigum eftir og þar erum við fyrst að tala um orkuskipti og náttúruvernd og Sigurður Ingi Friðleifsson með það erindi og það á myndbandi. Já, þetta enn einn tækninýjungin, það upptekin PowerPoint fyrirlestur. Já. Þetta það að telja þetta saman. Já, góðan daginn, Sigur heiti ég. Og takk fyrir að bjóða mér á þennan fund. Ég ætla að fara örlítið yfir nokkuð mál í sambandi við orkuskipti, en á þessum stutta tíma þá hef nú ekki
mikla möguleika til þess að fara að þessu einhverju dýpt og þess vegna langar mér að nýta tækifæri til þess að fara í gegnum nokkur svona grundvallaratriði sem mér finnst stundum gleymast í umræðinni. Það er nefnilega þannig að orkuskipti, þeim má skipta í 2 alveg gjörólíka flokka. Það er annars vegar bein nýting í gegnum rafhlöður sem er ódýrari orkunotkun. Það er langbesta nýtnin og á raun og veru að vera það sem við horfum mest á ef möguleiki til staðar. Það er líka alveg öruggt að sú nýtni verður alltaf innlend. Við munum ekki flytja inn rafgeyma sem er ljóst, þannig öll bein notkun af raforku verður alltaf innlend notkun framleidd hér í okkar kerfi. Þessi tækni er líka komin mjög vel af stað í mjög mörgum flokkum. Við þekkjum að fólksbílarnir eru komin alveg fullt í rafbílum en það eru líka sendibílar og raun og veru talsvert af stærri bílum í svona frumútgáfum sem er að koma hratt inn núna af flutningabílum. Þannig að þetta verður líka risastór partur af þeim bita. Einnig má áætla að í framtíðinni verður mögulega minnstu bátar keyrðir beint á rafhlöðu og sem er mjög spennandi að það gæti gerst svona upp úr 2030 og seinna að innanlandsflug, sem sagt minni vélar með stuttadrægni, farþegavélar, verði á beinni nýtingu raforku. Hinn flokkurinn hefur það bara sameiginlegt að þetta er vissulega orkuskipti yfir í græna orku og rafmagn er grundvallaratriðið en það er þegar við þurfum að breyta rafmagni í rafeldsneyti og þetta er talsvert dýrari orkunotkun en það nýtnin miklu verri. Svo er líka möguleikin og ekkert alveg öruggt að þessi raforka verði framleidd hér. Mögulega verður hún framleidd með ódýrari hætti, rafeldsneyti í erlendis og við gætum verið innflutningsaðila slíkri orku. Þarna er allt saman ennþá í talsverði þróun og það sem er líka sérstakt að þetta eru margir kostir. Við vitum ekki alveg hvað verður ofan á, þetta verður metanól, vetni, ammoníak, metangas og notkunin verður á mögulega hluta flutningabíla. Stærri og langdregnari. Þetta verður það sem verður notað líklega á fiskiskipin og flutningaskipin og svo millilandaflug. Þessi beina nýting á raforku, hún er komin á fullt og þetta mun gerast hratt. Eins og við sjáum þarna á svona grófri tímalínu að þá er þetta svona framtíðin sem að ég sé fyrir mér í innleiðingu á beinni nýtingu á raforku í gegnum rafhlöður. Það er bara að gerast núna, hratt og næstu áratugum. Og þið sjáið að það er vel mögulegt að fyrir 2040 verði stór hluti, 80–90% af þeim tækjum sem geta notað þetta komin á beina nýtingu. Orkuþörfin, hérna smá servittu útreikningar, bara sem dæmi þá 2019 sem er kannski eðlilegt ár, voru notuð 320.000 tonn af olíu í vegasamgöngum. Það eru 4.000 gigawattstundir en það frábæra við beina nýtingu á raforku í samgöngum er að hún er þrefalt nýtnari. Þannig að rafhlöðudrifin tæki þurfa bara 1/3 sem er þá kannski kringum 1300 gigawattstundir, þetta eru gróflega reiknað, bara sem dæmi að þá framleiðir Hrauneyjafossvirkjun 1300 gigawattstundir. En þið sjáu þegar við skoðum orkuskipti með rafeldsneyti að þá eru að tala allt aðra tímalínu. Þetta fer hægt á stað og að mínu mati verður komið lítið á flug fyrir en kannski 10 árum og eftir beinni nýtingu og kemur talsvert seinna inn. Það sem ég langar aðeins að sýna ykkur er að svo skiptir þetta máli að þegar tala nýtingu og virkjanir og slíkt að þá þurfa að huga svolítið annar mynd. Hérna sjáum við almenna notkun, hvernig hún sveiflast á Íslandi og þið sjáum að hér þurfum við virkjun sem getur mætt þessu afli. Við erum auðvitað að reyna og mjög mikilvægt að nota bæði LED-lýsingu og varmadælur sem eru akkurat
lýsing og rafhitun, þó hún sé ekki umfangsmikil, þá hún talsverð og hún hérna á þessum hæstu punktum yfir vetrartíman og það mjög mikilvægt að innleiða þetta til þess að ná niður þessu afli og frelsa afl til þess að gera eitthvað annað. En svo annar punktur að þið sjáu hér að það fyrir sama afl talsvert ónýtt tækifæri. Þið sjáu að rauði hlutinn, þá erum við að sjá hvar afl geta virkjunar ekki nýtt, bæði í dagsveiflum og árstíðasveiflum. Hér vitum við ekki alveg hvað hægt að færa mikið af þessum orkuskiptum yfir á þennan hluta til þess að raun og veru minnka þörf fyrir nýja virkjanir, en svigrúmið talsvert. Og það mjög mikilvægt að vinna þessu að færa aflnotkun yfir á nætur, yfir í orkugeymslur í batteríum og jafnvel framleiða kannski hluta rafeldsneytis eða önnu á þeim tímapunktum þar sem að raforkukerfið vannýtt. Þannig að þetta mikilvægt að hafa í huga. Takk fyrir. Þökkum Sigurði fyrir þetta og nú erum við komin hérna í mikla tímanýtni hér varðandi örerindin vegna þess að Auður, Önnu Magnúsdóttir sem hér stendur við hlið mér, hún ætlar bara að taka það sér að taka saman tvö næstu erindi. Það annars vegar vindorkuver, eru þau framtíðin, spurning og í hvað fer orkan. Hún kynnir þetta betur en þegar hún hefur lokið sínu máli, þá munu Andri, Tryggvi, Þórhildur og Þórgnýr koma hér í pallborð og við reynum að bregðast við einhverjum spurningum. Gerðu svo vel, Auður. Það hefur margt af því sem ég ætla að segja komið fram nú þegar. Þannig að ég ætla bara að reyna að hafa þetta stutt. Þó ég hafi yfirtekið annað erindi til að ná mér í meiri tíma, þá ég víst búin að tapa því aftur. Þannig að við sleppum bara þessu og ef þið hafið áhuga á Landvernd, þá hvet ég ykkur öll til að fara inn á heimasíðu Landverndar og ef þið eruð ekki félagar í Landvernd, endilega gerist þið félagar. En inn á heimasíðunni eru upplýsingar samtökin. Þetta var komið fram. Þetta var líka komið fram en ég ætla bara að leggja áherslu á þetta svo að við gleymum því ekki að 78% raforkunnar sem framleidd á Íslandi, hún fer núna til stóriðju og 18% fer í allt annað. Það þýðir allt annað, það þýðir öll önnur fyrirtæki, öll heimili, allar stofnanir, allir skólar, allt annað. Og hvað ætlum við að láta raforkuna fara í til framtíðar? Við stöndum frammi fyrir því að við ætlum að fara í orkuskipti en eins og Þórhildur kom mjög vel inn á hérna áðan, þá orkusparnaður og orkunýtni grundvöllurinn í því, hverju get ég sleppt hér? Orka auðlind sem þarf að fara vel með. Það kjarninn í þessari glæru. Og það verður að forgangsraða í þágu almennings, nýta rafmagni beint eins og Sigurður Ingi kom inn á og við förum í nýjar virkjanir eingöngu eftir að við höfum sparað orku, neitt allra leiða til að stunda fjölbreyttan ferðamáta og nýta orkuna rosalega vel og forgangsraða í hvað hún fer. Ég veit að þetta passar ekki inn í markaðslögmálin en við stöndum bara frammi fyrir gríðarlega stórum áskorunum. Við getum ekki látið dogma eins og frjálsi markaðurinn þurfa að ráða öllu, stoppa okkur frá því að tryggja börnunum okkar áframhaldandi gott líf. Ég vildi spyrja hvort að orkuskipti væri raunverulega á dagskrá. Það mikið talað að það vanti orku í orkuskiptin en á sama tíma eru orkufyrirtækin að gera samninga sem að ganga ekki til orkuskiptana. Mér langar aðeins að benda á þetta. Nú ég komin í seinna erindið sem að ég tók yfir tíman, þannig að nú komin nýtt erindi. Mér langar aðeins að benda á rit Landverndar vindorku. Þar erum við með gátlista fyrir sveitarstjórnir og þar listum við svæði sem við teljum að vindorkuver eigi ekki að rísa á. Mín skoðun að vindorka eigi algjörlega heima í rammaáætlun. Það bara einfaldlega vegna þess að lögin fjalla orkunýtingu og vernd landsvæða og vindorkuver standa á landi. Þau hafa mikil umhverfisáhrif
þau skerða landslagsheildir og ásýnd lands. Hluti af þeim áhrifum er auðvitað afturkræfur þegar er hægt að taka vindmylluna niður, en annað er það ekki því að þær verða að standa einhvers staðar og það rask mun skerða landslagsheildir og ásýnd ókomna framtíð. Já, óafturkræf eyðilegging á landi, það er mikil áhrif á gróður og fuglalíf á svæðinu þar sem vindorkuverin eru og þetta eru allt þættir sem eru metnir í rammaáætlun og þetta er orkunýting. Sjá. Hér er svona sem að okkur nördunum finnst ægilega skemmtilegt, það er að taka alls konar tölur og reikna þær sundur og saman. Ég held við höfum ekki tíma til að fara í þetta, en take home messageið er að það, ef þú ímyndar þér 200 metra turn sem á að standa beint upp í loftið og taka á sig vind, þá þarf risastóra undirstöðu undir hann og í það þarf mikið efni. Efnið verður að koma einhvers staðar frá og jarðvegurinn sem að fyrir var, hann verður að víkja. Núna bara á síðasta ári þá komu margar skýrslur og athuganir, meðal annars frá Sameinuðu þjóðunum og frá ráðgjafafyrirtækjunum McKinsey og fleirum, þetta sem að Tryggvi kom inn á, að loftslagsvernd og náttúruvernd verður að haldast í hendur. Þetta eru málefni sem að haldast, sem að verða að tala saman. Og ég ætla að benda hérna á 2 skýrslur, annars vegar sameiginlega skýrslu IPCC og sem er nefnd Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar, vísindanefnd og síðan vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni. Þau gáfu saman út skýrslu það sem við segja við getum ekki farið í aðgerðir í þágu loftslagsbreytinga ef að þau skerða náttúruna og valda hnignun vistkerfa og öfugt. Og síðan hér skýrslan, það er ráðgjafafyrirtæki McKinsey sem að mat það að náttúruvernd er mikilvæg loftslagsaðgerð, hún er mikilvæg lýðheilsuaðgerð og hún skapar störf og er góð stoð undir efnahag. Þá er bara örfáar spurningar sem að ég held að við verðum að spyrja okkur. Fyrir hvað erum við tilbúin að fórna íslenskri náttúru? Erum við tilbúin til að fórninni til þess að framleiða meira ál þegar við vitum að það er til óbáslega mikið ál í heiminum og það er ekki endurunnið nema litlum hluta? Og hver er það sem á að vernda íslenska náttúru? Það er svo rosalega mikill heiður fyrir okkur Íslendinga að fá ábyrgð og fá tækifæri til þess að vernda íslenska náttúru, en það þýðir það líka að við verðum að standa okkur vel í því. Og það eru við öll hérna, öll sem eruð að horfa, öll sem siti hér, allir Íslendingar sem að verða að vernda íslenska náttúru. Það er engin annar að fara að gera það. Sjálfstæð þjóð ber þessa miklu ábyrgð. Það er gríðarlega mikilvægt eins og Tryggvi kom inn á, fagleg, upplýst og lýðræðisleg ákvarðanataka og til þess að ákvarðanataka geti verið fagleg, til þess að hún geti verið upplýst og til þess að hún geti verið lýðræðisleg, þá verður hún líka að vera hæg. Hún þarf ekki að vera óþarflega hæg, en það verður að gefa henni tíma. Ég ætla ekki að taka meiri tíma því að ég er mjög spennt fyrir pallborðinu, en ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir og ef þið viljið fá frekar upplýsingar, þá getið ég skrifað Tryggvi á tölvupóst. Já, þakka þér fyrir Auður, þetta var snakkarlegt og þá erum við komin að pallborðinu og ég ætla að biðja ykkur sem að þar eigið að vera að koma hérna og nýta ykkur þessi borð hér til að halda ykkur svona fram á og ykkur sem eru hér í salnum ætla ég að biðja að vera mjög markviss í ykkar fyrirspurnum, ekki svona láta biðja allum að svara eða þess aftar, heldur vera svona beinskeytt í ykkar fyrirspurnum. Og ég minni líka á það að það er möguleiki fyrir þá sem er að fylgjast með á netinu að koma með fyrirspurnir. Hún Harpa lýsti því hér áðan í upphafi fundar. En sem sé, hvað er þetta að byrja? Já, gerð sem vel. Ég kom upp þannig að það heyrist í útsendingu. Hvað segja tæknistjórar? Svo mótt að vera hérna maður sér ekkert, sko. Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja að feila spurningum með Albert Heitz, þar sem hann er nú bæjarfulltrúi hérna á svæðinu líka. Núna voru þið að samþykkja að vera skipulag fyrir gagnaveri og Hlíðarfjalls. Þú varst að segja áðan að það væri til nógu orka á svæðinu.
bregðast bara strax við, stutt og laggott. Já, takk fyrir spurninguna. Þetta mál reyndar kom upphaflega á borð. Heyrist? Já. Kom upphaflega á borð hjá okkur í Hvallátur líka með spurningunni getum við keypt raforku og á heildsöluverði og okkar svar hjá Hvallátur var stutt nei. Við getum ekki sett ykkur raforku á heildsöluverði ef við verðum að eins og bara bakari verður að selja brauðið okkar aðeins meira eftir en hveiti kostar. Við sögum nei, það hægt. Þannig að það var ekki rafmagn að hafa þetta flokkur og enn síður það akkurat í dag að þetta árið út af þessu ástandi eins og við þekkjum verið að skerða til fjarvarmaveitna á hvaðinu. En ákvörðunin að heimila breytingu á deiliskipulagi fyrir gagnaver, hún þá auðvitað bara í trausti þess að fyrirtæki finnir raforku, hvað sem það verður ekki 1 eða 2 ár eða hvernig það verður. Það bara þeirra mál. Svona svipað eins og við erum leyfi til að stofna stórmarkað, kannski ekki spurður hvað er að fá mjólkina og til að setja í hillurnar. Sveitarfélagið kannski ekki að kafa ofan í það, ekki að því smíði, en eins og svarðin núna, þá ekki raforka í boði, en það mun vonandi breytast þegar Hólasandslínan kemur til bæjarins sem að verður til á þessu ári. Takk. Takk fyrir og næsta fyrirspurn. Býttu, hvað er að gerast? Menn okkur þreyttir, já, gjörðu svo vel. Það er alltaf að spila líka á efnu. Bara eins og ég segi það, hér er ég frá Landvernd. Já, það er með rafbílavæðina og rafblöðurnar sem að rafbílar þurfa að hafa til þess að geta komist áfram. Þetta það að framleiða rafblöðurnar, við vitum að það getur haft mjög slæm áhrif á umhverfið og það er ennast ekki til eiginlega að það þarf að pakka þeim. Menn að þurfa að spyrja þína skoðun á þessum hliðum rafbílavæðingarnar. Já, takk fyrir spurninguna. Já, það er bara aðeins að leira þetta. Ég er í stjórn Landverndar og var í stjórn Landverndar að vera 4 ár og ég er bara að vinna hjá það. Ég hef eftir að rekna þetta hér. En þetta er bara mjög góð, það sýnir bara að öll neysla og allt sem við erum að gera og sérstaklega það er þetta kóbolt og það er alls konar eðalefni í þessum batteríum sem það er að fara rosalega vel með. Og kannski stundum á mínu mati svolítið skrýta við sem ekki líka að hugsa þarna aðeins meiri hringrásarlaust, bara strax upphafi. Þetta hanna bílinn, akkur ekki bara strax búið að krefja framleiðan að hugsa hvernig ætlar að fara með þetta í úrgang og hvernig ætlar að nýta þetta áfram. En sem betur fyrir rosalega mikil þróun, það rosalega mikil verið að spá í þessu, þetta verður annars svo mikil vandamál og það strax byrjað að koma hvernig nýta til þess að sem gömul batterí er að nýta í svona endurnýjanlegu orkukerfi sem sjálfstæðan batteríbanka. Þú getur endurnýtt hluta af þeim og eða bara stóran hluta af þessum batteríum og ég held að það eigi eftir að koma þarna lausnir. En auðvitað náttúrulega langskynsamlegast að vera ekki að framleiða vöru sem ekki alveg búið að hanna þetta í upphafi vöru. Og það þarf líka bara að fara svona vel með þess vegna þetta heldur ekki einhver heildarlausn að allir fara að það ekki til á þessum efnum, suma af þessum efnum. En eins og það er rosalega mikið að vera batteri sem teknir frá mér á brjálægri ferð og ég held að það komi nýjar lausnir á næstunni sem verða betri en það sem er núna. Takk fyrir það. Þarna er hend á lofti, en áður en ég gef þér orðið þá ætla ég að minna á það að þeir sem heima sitjið, þið eigi líka möguleika á því að setja fram fyrirspurn. Gerðu svo vel. Já, þannig að ég heiti Auður Ingólfsdóttir, takk fyrir þetta málþing. Ég er með spurningu eina fyrstu tókni sem ég langaði líka að heyra frá Tryggva og Landvernd, það er að þú nefndir þetta í lokin að ég lýst við að þetta var að færa fyrirstímið orkukosti í það sem er fyrir þinginu yfir biðflokk og það með líka lyfta fyrir að það væri í gegnum þingi. Getur það aðeins svona sagt persóna þetta fyrir skoðun hvað það felst í þér, hvað það felst í því og ég kannski svolítið fórhundur veitur líka hvort að Landvernd hefur eitthvað afstöðu í þessu máli. Og hlýr, gjör svo vel. Já, þá
það á bara með hliðsjón í raun og veru af hinum pólitíska ágreiningi og sem sagt ef við ætlum að láta þær skiptu skoðanir draga út úr kekki, þannig að við náum ekki þessum 4 ára hring að lágmarki, að þá sé skynsamlega að grípa til viðfangsins sem við leiks koma þá viðkomandi landsvæði og virkjunarkosti til afgreiðslu en þá síðar. Ég nefndi það í mínu erindi að orðið faglegt stendur oft í lögunum og rammaáætlun byggir á faglegum viðmiðum. Og sú niðurstaða sem er komin fram það sem í endaflokki og í nýtingaflokki byggir á þessum rökum. Það getur eitthvað að koma nýtt fram frá því að rammaáætlun 3 var lögð fram fyrir 6 árum síðan. Og það eðlilegt að stjórnmálamenn spyrji þá eitthvað nýtt sjávarútveg, eitthvað nýtt hljóðstofnun í Skagafirði. En ef það ekki nýtt, eða ekki sýnt fram á neitt hafi komið fram, þá á ekki að flytja það í byggð. Það þá bara dæmi hrossakaup, gæti verið hrossakaup, ég skal styðja þig í að flytja þessa virkjun og þú styður mig í að flytja hina, þá komin að hafa braut. Þess vegna finnst mikilvægt að þeir sem að gera kröfum að flytja, að þeir leggja fram og skýr rök sem hægt að taka afstöðu til. En það náttúrulega samt verður maður að segja að við búum í samfélagi og við erum sífellt að reyna að leita leiðum til þess að komast áfram. Því ég skil það viðhorf að þetta geti komið í veg fyrir að við stöndum í sömu sporum. Ég skil það. En það á þá fyrst og fremst að byggja á faglegum rökum. En ég ekki stjórnmálamaður. Væri ég stjórnmálamaður, ég skil þetta viðhorf betur. Já, þakka ykkur fyrir. Það ein fyrirspurn komin á netinu og Auður ætlar að gera grein fyrir henni. Já, ég skilna kannski ekki alveg og núna til þín Þórgnýr þannig að þú skilur hana kannski. Hvernig hefur verkefnisstjórn náð betri tökum á mati hvað varðar samfélagsleg áhrif samanber vinnufagshóps 3? Þá býst ég við að þetta sé ramma 5. Hvernig þið ætlið að taka á þessu með faghóp 3? Kannski að slá varnagla með síðustu spurningu. Ég að tala þar sem Þórgnýr þegar ég að tala biðleikinn biðflokkur. Varðandi þessa spurningu, já. Það rétt sem að Andri nefndi í sínu innleiki að þetta vandasamt mat með samfélagslega áhrif. Hvert samfélagið? Þetta alveg með fjórðungur eða landsfjórðungurinn eða Ísland allt? Þannig að eitt af því sem að gerast núna í vinnu faghóps 3 er að það að styrkja hann með sérfræðingum í viðhorfskönnun hreinlega. Og þið þekkið það mörg að við getum gert viðhorfskannanir á því svæði sem við kjósum. Og einn kosturinn við þá aðferð, til viðbótar við aðrar aðferðir, að við getum sett það á tölulega mælikvarða, sem hefur verið svona hindrun í starfi faghóps 3 og faghóps 4 líka, efnahagsleg áhrif. Og það er svona standa vonið til þess að við getum fengið breiðari mynd af því hvað fólki finnst. Andri nefndi bara fyrir dæmi. Það er bara fólk í Öxnadal og Hörgárdal hefur þessa skoðun sem komið í ljós í samtölum við það fólk. Hvað þykir fólki á öðru og stærra svæði? Faghópur 2 metur áhrif út frá fjallaði frá virkjunarstað og kannski má hugsa sig svona svipaði hugmyndafræði þegar kemur á samfélagslega áhrifum. Annað sem við höfum séð og þið þekkjum mjög vel úr þetta verkfræðigeiranum að það hefur hafa orðið mjög mikla framfarir í samráði og samráðsfræði og bara hvað það þýðir að eiga í samtali, lýðræðislegu samtali við samfélag. Ég held að sé að læra mjög mikið af því þarna. Það er ljótt að segja að stýra samfélagslegum áhrifum en að eiga í dýnamísku samtali, maður orða þannig, samfélagsleg áhrif eitthvað sem ég held að ætti að kíkja mikið meira á og gæti verið með breytingu á vinnuferlum og lögum væri hægt að byggja inn í ferlið. Þannig að þessi raunverulega að hlusta á samfélagi sem á í hlut, en ekki bara við átt að sjá því fyrirfram hvort allt verið vitlaust eða ekki. Þetta snýst mikið meira það.
Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já, og má sjá, varstu að byggja orðið þetta? Nei. Ég sé hvergi, jú, gerð svo vel. Og geta það koma í það. Byrja á að leiðrétta það sem kom hér áðan Hvalárvirkjun, að það var ekki hægt við hennar vegna breyttra viðhorfa. Það var breytt hana vegna þess að það var búið að hér Tölvusvegur og kaupa vatnsréttindi sem að viðkomandi átti ekki í. Þau voru það einn af allt önnur lönd heldur þeir gerðu ráð fyrir. Og fyrir lág margar ára málaferli til þess að þeir næðu þeim réttindum og þeir sem áttu hluta landsins voru á móti virkjunum og þeir hefði náð þeim réttindum. Þess vegna var þetta Garðurinn. Ég langar að beini þeirri spurningu til Tryggva. Ég þarf að hafa formál á því. Ég veit ekki hvort ég geri eitthvað grein fyrir því að það búið að kortleggja nánast hverja einustu sprænu á Íslandi í skjóli orkustofnun. Þess að sýna hvað er sem mikið að þetta kreista mikla orku upp úr hvernig bæjarlæg. Og þetta er gert í skjóli stjórnvald á bakvið að það rafbáða í skjóli orkustofnun. Og svo náttúrulega eru vindorkuver. Það eru áform vindorkuver í Dölum, vindorkuver í Borgarfirði, vindorkuver á Melrakkasléttu og hingað og þangað. Var fyrirspurnin til Tryggva? Fólki margt fólk á þessum svæðum stendur í baráttu. Því að fjármagnsmennir, fjármagnseigendur, þeir standa á landeigendum og reyna að kaupa lönd. Var fyrirspurnin til Tryggva hvort að Landvernd væri meðvituð þetta? Hvaða möguleika sé hann til þess að við getum stöðvað þetta glæpaferli sem er í gangi? Takk fyrir það. Það er rétt að opinberar stofnanir hafa verið að kortleggja möguleika fyrir smávirkjanir í öllum landshlutum og reyna að benda á það möguleika. Í sjálfum sér líka er það ekkert slæmt. Það vantar bara hina hliðina á peningum. Að við höfum jafnöfluga stofnanir sem að skilja og koma á framfæri gildi þess að láta friði. Við búum í opnum samfélagi og viljum hafa opna umræðu og þá þarf að vera jafnræði í stjórnsýslunni á milli þeirra sem að vinna við það að vernda náttúruna og þeirra sem að reyna kannski að koma öðrum möguleikum til nýtingar á framfæri. En ég vil ekki gera lítið úr því að menn sé að leita sér á þekkingu og upplýsingum. Ég kem sjálfur ættaður úr sveit, Skaftafellssýslu og ég veit lýsingarnar á því þegar rafmagn kom og bærinn var upplýst. Þetta var lífskjarabylting á Íslandi. Og þess vegna kom svolítið þessi hugsun í okkar þjóðarsál að það var ekki bara gott, þeim meira rafmagn, þeim betra líf á Íslandi. Það var svolítið þannig. Skafsetningar fórum allt land að setja upp litla virkjanir til að lýsa upp sveitarfæri, komið kannski til Norðurlands líka. En í dag er staðan allt önnur. En við getum ekki útilokað það einhverjar séu lækjarsprænu sem einhver bóndi getur nýtt fyrir sig. En það er ekki þessi brýna þörf sem var áður. Þannig að verndarsjónarmiðin Það er ekki bóndin sem var þetta er gert í trássi í bændum. Þetta er gert utan því það er ekki talað við einasta landið. Þetta er allt gert í trássi við þá sem eru búa á þessu svæði. Já, nú segir Guðmundur að þessi könnun hafi gefið í trássi við bændur. En ég get ekki svarað þessu mikið öðruvísi Guðmundur að þess að við förum bara að ræða þetta nánar efninslega okkar á milli en mér finnst þessi spurning mikilvæg og svarið mitt væri þegar mann gæti jafnræðis þannig að náttúruverndarsjónarmið sem gert jafnhátt undir höfði þessi jafnvægi í samfélagsumræðinu þessi mál, verndun og hins vegar orkunýting. Þetta er mikilvægt mál sem við getum því miður ekki kannski rætt frekar eða litið lykta hér. En það er komin önnur spurning sem hún Auður ætlar að koma með sem kom af netinu. Svo er hérna ein hendi uppi og við ætlum líka að leyfa henni að tala en svo erum við líka því miður
búin með tíman og þar með getum við ekki tekið við fleiri fyrirspurnum. En Auður, gerðu svo vel. Já, það spurning, það spurt af hverju ábyrgðin náttúruverndarfólks að setja þeim sem vilja virka allt skynsamleg mörk. Ætti þetta ekki vera stjórnvöld? Og það spurning hvort það sé einhver eitt sem vil svara þessu. Af hverju ábyrgðin náttúruverndarfólks að setja þeim sem vilja virka allt skynsamleg mörk? Tilefni að fælingum. Og það náttúrulega líka ástæðan fyrir því að rammaáætlun hefur ekki verið afgreidd í 6 ár. Það ekki vegna þrýstingi frá náttúruverndarfólki. Og þá skortur að virðingu á faglegum ferlunum að einhvers staðar annars staðar þar. Takk fyrir spurninguna. Ég var svona kannski aðeins að mála í sterkum litum náttúrulega þegar ég sagði að ef að virkjunarsinnar yfir öllu þá myndi virkja allt. Þetta ekki alveg þannig. En svo var nefnt ég situr bæjarstjórn Akureyrar, ég formaður umhverfisnefndar Akureyrarbæjar. Svona einhverjum kann að finnast það sérkennilegt en orkugeirinn eins og þið þekkið að mestu leyti í opinberri eigu og við sem að vinnum í honum erum bara venjulegt fólk, Íslendingar og höfum yfirleitt enga persónulega hagsmuni af því að það séu reistar fleiri virkjanir heldur en færri. Við erum svona einhvern veginn í þessu leikriti bara að leika þetta hlutverk, halda fram þessu málstað og það það sem ég átti við að svo þá nauðsynlegt að einhver annar sé í hinum hlutverkunum, aðalhlutverkum líka, og landvernd og aðrir til að tryggja að öll sjónarmið komi fram og svo vonandi eru teknar skynsamlegar ákvarðanir hjá Þórni og hans félögum í rammaáætluninni. Takk. Flott og Miriam? Já, takk fyrir málþingið, mjög fróðlegt. Mér langar svona sem mamma og amma að spyrja hvernig þið að meðla í skólanum til barnanna okkar þetta þekking. Mér finnst sjálf, ég veit allt of lítið, ég hef alltaf verið fyrir það að vernda náttúru. Ég sjálf að vinna í ferðaþjónustu og sé bara að 2 milljónir ferðamenn allt of mikið og við þurfum að gera eitthvað. Það koma ferðamenn til mín sem eyða endalaust rafmagn því að þau halda þetta allt ókeypis hér. Það óbúslega mikið óþekking í gangi og svo koma börnin mín heim, með óbúslega flott verkefni í skólana. Græn fána í Dalvíkurbyggs og þau vinna mjög mikið í skólana, koma samt heim og setja ekki hlutina í samhengi. Nema fyrir 2 árum var það ekki, þá var rafmagnsleysi alls staðar. Þá kom eitthvað meginn svona, wow, ok, þetta svona? Og ég hugsaði, við þurfum að gera svo miklu meira til að meðla þekking og koma þetta af stað og gera náttúruvernd líka eitthvað meira sexy, fyrir að þetta virka ekki svona, við erum einhverju hippiefólk eða eitthvað svona spes. Þetta fyrir okkur alla og við verðum að hafa meira yfirsýn. Hver getur svarað mér það? Ég veit ekki. Mér finnst að Tryggvi fyrir hönd landverndar að hann spyrum hvernig við getum miðlaði betur eða ekki til skólana og allt það og Þórhildur, ef þú vilt svo grípa inni kannski aðeins líka, þá held ég að landvernd ætti að eiga þessa spurningu. Það vill nú þannig til að við Auður hefum verið upp í Amtbókasafni núna síðustu daga að taka á móti skólabörnum. Í Amtbókasafninu búið að hengja upp ljósmyndir af þeim sem búa með okkur á Íslandi. Reppa, Lóunni, Haferninum og við vorum einmitt að fjalla með þessum ungmennum sem komu líka hingað til að kynna sér átökin landnýtinguna, en við tókum yngri börn upp í Amtbókasafn. Og þá erum við að reyna að opna þessa umræðu að við erum á þessu landi, en við erum ekki ein. Það eru margir aðrir íbúar hér, 100 fuglategundir, hreindýr sem við reynda fluttum inn og að reyna að draga fram þessi samskipti og eins þetta atriði sem þetta að við eigum ekki landið. Við erum umsýslumenn landsins og
kannski að einhverju leyti foreldrar landsins að því við meiri vistmuni heldur en flestar aðra lífverur sem búa á Íslandi og svona reyna að koma þessu á framfæri í þessum samræðum. Landvernd hefur staðið á bak við grænfánaverkefnið í 20 ár og það eru víst upp eftir 200 skólar sem taka þátt í því. Misjöfnum hætti, en inn í því þetta þessu uppfærsla að nálgast lífríkið með virðingu og virðing á lífríkinu fylgir líka að þú þarft að opna þessa leið til þess að þykja vænt lífríkið, þykja að njóta náttúrunnar, fara út og njóta náttúrunnar. Landvernd leikur líka náttúruskóla í Alviðru, rekur verkefni fyrir eldri ungmenni umhverfisblaðamenn. Þannig við erum svona að einhver leyti að reyna að taka þátt í þessu verkefni að auka skilning á samskiptum okkar manna við náttúruna. Við erum lifum á náttúrunni, erum hluta náttúrunni, svona höfum þessu hlutverki að gegna bæði að vera hluta náttúrunni öðru. Og ég var meira spurður að því, ég hef búin að tala svona mikið dýrin eins og það væri mikilvæg, eru við mennirnir þá líka dýr? Hvernig átti ég að svara því? Nei, mér finnst þetta bara $1 million question, sko. Mér finnst þetta mjög góð spurning og mér finnst við bara geta gert miklu meira þarna. Og ég held að kannski líka, það er líka svo í fræðslan, það er líka þessi náttúrugleði. Þessi bara tengja, ég er bara að búa lengi í Noregi, að kenna krökkum út í náttúrunni, fara út í skóg, bara þetta, að missa ekki þessi tengsl yfir tölvuleikjunum og skjánum og svona. Ég held að þarna getum við, erum svona aðeins að missa, þetta svo nýtt fyrir okkur þessi skjár og við erum svona skjáðaði svolítið, og ég held að þarna sé ótrúlega mikið að tækifærum sem maður sér eins og núna í dag eru ungir umhverfissinnar með þing svona fyrir sunnan og þá eru þeir akkurat að tala akkur eru ekki meira útikennslu fyrir krakka. Þannig ég held að ungir umhverfissinnar sé að gera gríðarlega góða hluti þarna. En ég held að við getum bara gert miklu meira og þetta er bara ótrúlega mikilvæg punktur. En svona að vera í svona skoðanaferðum og vera svona svolítið að bakka, ég held að það sé svona fá þess að gleða aftur inn í þetta. En má ég bara af því með hátalarinn, þá langar mér til að segja að við erum með líka náttúruverndarþing 19. mars. Og það má líka bara segja að mars þetta sé bara svona uppbytun fyrir svona sannkallað náttúruverndarmánuð. Við erum búin að vera fyrst með náttúrukortið sem var í síðustu viku, svo voru náttúruverndarþing í Reykjavík 19. mars. Sem verður, hvað segirðu? Sem verður líka strengt eða hvað? Það verður tekið upp allana og svo verður víðernakortlæðinguna 22. mars og víðerni í víðum samhengi á vegum Sæmundar Fróða og Vatnajökulsþjóðgarðs 25. mars og allar kannski fara yfir þetta allt. En allan náttúruverndarþing 19. mars og það verður mjög skemmtilegt og við ætlum að vera með kvöldvöku. Ekkert COVID, við ætlum að vera með kvöldvöku og við erum að vera með náttúrukviss og eitthvað svona skemmtilegt. Þannig að, takk. Takk fyrir það. Takk fyrir það og þá komið að lokum þessa málþings sem að hefði að ég held geta verið miklu lengra án þess að menn mistu móðinn en þessu var settur þessi rammi og við reynum að standa við hann svona nokkurn veginn. Ég vil minna á þessar sýningar sem hér hefur verið vikið að, það er bæklingu hérna frammi sem að menn geta tekið og skoða þá og tekið ákvarðanir frekari skoðun. En ég vil þakka þeim sem að hér hafa talað í dag fyrir þeirra framlag. Þau hafa öll verið afar áhugaverð og minni þá í því sambandi á það að inn á Facebook-síðu Landverndar verður hægt að nálgast þessi erindi. Við getum farið aftur og því sem að ekki kannski, eða þau sem ekki gátu fylgst með geta þá farið inn á Facebook-síðuna og skoða það sem að hér fór fram. Hér verið að minna á viðburði sem á næstunni. Þessi viðburður átti að vera 2019 ef ég skildi þetta rétt í upphafi. Þetta gott samtal sem hér hefur verið og vonandi heldur það áfram af sama krafti. Þetta hefur verið, eins og sagt í dag, voða vinsælt, þetta hefur verið mikil áskorun að vera með alla þessa tækni. Auður hefur staðið eins og hetja með það að setja okkur í samband við alla þá sem ekki gátu verið hér af ýmsum ástæðum en komust samt til þess að vera með okkur og koma sínum skilaboðum á framfæri. Það er frábært að það skuli vera hægt. Ég bara vil enda á því að þakka Landvernd og Zoom fyrir þetta framtak.
frábært að fá þetta málþing hingað til Akureyrar því þó að tæknin sé góð þá er ekkert sem að jafnast á við það að geta verið í sama herberginu, ekki satt. Við erum svolítið fyrst í það eftir síðustliðin 2 ár. En málþinginu er sem sé lokið. Ég vil þakka ykkur fyrir hvað þið hafi verið þæg og góð við fundastjóra sem var stundum pínlítið ráðistur, en sem sé málþinginu lokið. Takk.